Gracias.
Þetta verður tilefni mannanna. Góðir gestir, hjartanlega velkomin á Byggðarholtsfjör. Gefið þessum tónlistarmönnum geysilega gott klapp. Sjáu þið hvað þið fóruð gaman að þessu. Áður en við byrjum, formlega dagskrá í kvöld hér smá opinber tilkynning frá stjórnsýslu Árborgar. Ég að grínast, það smá alþjóðleg samskipti sem við byrjum á áður en við einhendum okkur í Byggðarholtsfjörið. Ég ætla að fara í smá tæknilegar útfærslur og koma hérna í þessu tjaldi niður, þið hingrið í 15 sekúndur. Fullu gassi. Við erum að fara að halda. Gott kvöld. Menningarmánuðurinn október er á fullu gassi. Við erum að fara að halda Byggðarholtsfjör í kvöld. Eins og nærið að geta. Ég er hérna staddur í London-hreppi, næsta hreppi við Sandvíkurhrepp og er því hverjagóðu gamni í kvöld. Ég trúi því að andinn verði léttur og skemmtilegur í kvöld í anda Geirs frá Byggðarholti sem að hélt sínu dökka hári alveg fram til hins síðasta og hans vörumerki var að hlæja og hafa gaman. Ég minnist þess oft að þegar ég var að klippa þá var afskaplega skemmtilegt og glatt loftið eftir að hann var búinn að vera hjá okkur því að Geir var alveg magnaður maður og ég trúi því að hans andi muni svífa hér yfir vötnum og þessa góða fólks frá Byggðarholti. Sagt er að meðganga séu 9 mánuðir og það má eiginlega heita að þessi 9 mánuðir sé akkurat komið núna. Ég talaði við Kristján slökkviliðsstjóra fyrir 9 mánuðir síðan. Hann benti mér á Lóu, hún væri umboðsmaður fjölskyldunar og Lóa, hún tók þetta snöðurmannlega upp og er búin að stilla þetta saman hér með þessu magnaða fólki frá Byggðarholti. Og ég trúi því að þetta verði frábært kvöld. Ég óska ykkur góðar skemmtunar, bestu kveðjur heim, áfram Byggðarholti. Jæja, góðir gestir, við látum þessi tæknilegu atriði ekkert á okkur fá, en enn og aftur hjartanlega velkomin á Byggðarholtsfjör. Já, hvernig var það? Aftur klart. Það kvöld byrjar nákvæmlega eins og það á að byrja, sko. En í kvöld ætlum við að stikla á stóru í lífinni í sveitinni og sögusviðið í kvöld er Byggðarholt í Sandvíkurhrepp á árunum eftir fyrri heimsstyrjöld og fram til dagsins í dag. Við ætlum að skyggnast inn í líf og starf hjónanna Geirs og Lóu í Byggðarholti og við afkomendur ungir sem aldnir höfum sett saman smá kvöldskemmtun sem við erum afskaplega ánægð með að fá að geta deilt með ykkur í kvöld á þessu fallega laugardagskvöldi og við erum nánast klökk að sjá hvað þeir eru óskaplega mörg
komið til að skemmta ykkur hérna með okkur í kvöld. En við ætlum að fá að segja ykkur sögu og ætlum að njóta þessara sögu í máli og myndum. Við erum komin til að skemmta ykkur og hafa gaman saman. Ég heiti Þórdís Lóa Þórhallsdóttir og alltaf kölluð Lóa og er dóttir Hjördísar Geirs. Og ég er ein af 18 barnabörnum þeirra Geirs og Lóu. Ég ætla að vera sögumaður hér í kvöld. Ég mun leiða ykkur gegnum söguna og söng og gleði. Á borðanum eða vonandi í fanginu á okkur eru nokkur fjöldasöngsblöð. Okkur langar að biðja ykkur að taka vel undir og syngja eins og enginn sé morgundagurinn. Er þið ekki til í það? Já. En nú skulum við fara aftur í tímann til áranna upp úr 1930. Geir Gissurarson, sonur hjónanna Gissurar og Ingibjargar, fæddur og uppalinn í Byggðarhorni ásamt 15 systkinum og fríður og fjörugur var sá systkinahópur. Í Geirs hlut kom að taka við búinu í Byggðarhorni og nú voru góð ráð dýr því að það vantaði sárlega kaupakonu. Svo sem ráðin hafði verið hafði boðað forföll með engum fyrirvara og rétt í sumarbyrjun. Bóndinn ungi var í vanda og enda sleginn yfir þessum tíðindum og leitaði til Bjöddu systursinnar að útvega nú kaupakonu í snarhasti. Bjadda mætti glaðbeitt 3 dögum síðar og þetta var fyrir tíma internets og Facebook og SMS. 3 dagar er lítill tími á þeim tíma. Hún sagði kaupakonuna geta dvalið í 2 mánuði í sveitinni. Hún var í alvön sveitastörfum enda fædd og uppalinn í sveit. Það er ekki að orðlengja það, þarna lágu leiðir þeirra saman. Geirs Gissurarsonar bónda í Byggðarhorni fæddur 1916 og Jónínu Sigurjónsdóttur, alltaf kölluð Lóa frá Kringlu í Grímsnesi. Lóa var 5 árum eldri en Geir, fæddur 1911. Og mánuðirnir yrðu fleiri en 2 og mánuðirnir yrðu fleiri en 3 og áður en varði var kaupakonan orðin frú í Byggðarhorni og var það næstu 40 árin. Lóu var fleira til lista lagt en að vera vinnukona í Byggðarhorni. Og sú stutta, hún var smávaksin að okkar standard í dag. Hún átti nefnilega harmonikku sem hún hafði spilað á böllum í missi frá unglingsaldri. Og þetta var svokölluð takkanikka. Og hljóðin koma á tökkunum og breytast eftir því hvort belgurinn er dreginn út eða dreginn inn. En Sjón er söguríkari því að hér er gamla nikkan komin og Gísli, yngri sonur þeirra hjóna, hefur haldið þessari arflegu á lofti og Gísli, gjörðu svo vel. Take it away. Þið sjáu þessi forláti gríparringi velin nikka og það er náttúrulega algjört kraftaverk að við höfum ennþá mann í fjölskyldunni sem kann á þennan grip. En eins og áður hefur komið fram var dvölin í sveitinni lengri en tilstóð hjá kaupakonunni. Móðir bóndans unga kenndi sér lasleika, þarnaðist hvíldar og aðstoðar innan hús og því samþykkti kaupakonuna framlengja dvölina. Og fljótlega fór að bera á samdrætti þeirra Geirs og Lóu, en það gekk ekki alveg áfallalaust fyrir sig. Geir fór að gera horsu sína græna fyrir Lóu sem vildi í byrjun ekkert hafa með hennan unga bóndadreng. Hún var jú 5 árum eldri og setjum þetta aðeins í samhengi. Hann hefur verið svona 17, 18 og hún 23. Ekki spennandi strákar á þeim tíma. Afi sagði okkur oft frá þessum eltingaleik sem endaði með því að amma, sú stutta, reif upp torfubút og grýtti hann. En afi var ungur og ástfanginn og við barnabörnin segjum og graður var hann líka. Má ekki segja svona í kvöld? Já. Og honum fannst eltingaleikunum bara skemmtilegur. Maður gerst ekki svona auðveldlega upp, sagði hann og svo skellti hann á læsir. Strákar, ég held að þessi komið að við tökum kaupakonuna. Sveitin er verður vera, en hring er á bæ sína dag.
hann eftir þér strax. Ég kaupa konan að steina giss, verið þá alveg frá. Ég kaupa konan að steina giss. Ég sveifum þá. Þetta voru kannski lögin sem að amma hérna ólst upp við, en við þekkjum ýmislegt svona á seinni kynslóðinni og lærðum fljótt lögin hérna. Gott að vera bóndakona, búa með manni duglegum. Þetta var alltaf sungið á Laugavatni, var það ekki inn í gamla daga? Kannast enginn við að hafa farið upp á trúlofunarhýrslu og svona, jú, einhverjar hendur læddust upp. En höldum áfram sögunni. Sléttu ári eftir að Lóa kom í Byggðarhorn fæddist frumburður þeirra hásláttinn. Og það ekki að spyrja að ástunum í sveitinni. Unga fólkið að kela í hlöðunni, það var greinilega gert þá eins og núna. En það var ekki í boði að vera ógiftur. Og þegar heyjunum lauk, haustið 1939 skelltu þau sér upp á kassabíl sem sótti mjólk í Hraungerðishrepp. Og ferðinni var heitið að Hraungerði. En þar bjó séra Sigurður Pálsson ásamt konu sinni Stefaníu sem var systir Geiss. Séra Sigurður gaf hjónaefnin saman í heilært hjónaband og frú Stefanía hefur örugglega sungið eitthvað fallegt fyrir þau. Og það því ekki úr vegi að fá að heyra í barnabarni Geiss og Lóu Heru Björk syngja Þú ert yndið mitt yngsta og besta. Hera Björk, gjörðu svo vel. Sólrún á Suðurhæðum, þú ert sumarblómið mitt nýtt. Þú ert ljósið sem lifnaði síðast, þú ert löngunar minnar þín. Þú ert allt sem ég áður þráði. Þú ert óskin mín. Sólrún á Suðurhæðum, þú ert sumarblómið mitt frítt. Þú ert ljósið sem lifnaði síðast, þú ert löngunar minnar þín. Þú ert allt sem ég áður þráði. Þú ert óskin mín. Jæja, strákar, nú megið þið skottast bara í kaffipásu. Það löggiltur pása FIH núna.
2,5 mínúta. Bara kaffi. En Lóa var engin venjuleg bóndakona þess tíma og fyrir en varði hafði hún umlykið byggðarhorn með tónlist og söng. Hún spilaði nefnilega ekki bara á takkaneinkuna góðu, heldur lærði hún einnig á orgel og spilaði og jafnframt klassíska tónlist meðan Geir var meira fyrir þessi rómantísku lög. Og við barnabörnin munum ömmu okkar sem manneskju sem við gátum alltaf átt skjól hjá. Hún var rétt, sín og hlý, en hún var líka ströng á borðsviðina. Rétti upp bakið og setti bein. Það var tækni sem við lærðum strax. Enda sjáu þið, teinrétt og fín, alltaf byggðar á þvættin. En teinréttur hann hár og glæsilegur Gísli, yngri sonur. Hann ætlar nú að segja sögur af mömmu sinni og honum til hals og traust barnabarn hans, Alexander, og hljómsveitin Glundroði. Gjörðu þið svo vel. Jæja, komin og öll sem sæl og blessuð. Mikið rosalega gaman að sjá ykkur svona mörg. Þó ég sjá nú ekkert fyrir ljósi hérna. En mér finnst þetta alveg rosalega merkilegt og gaman að því að það skulle vera heiðra foreldrar okkar, Geir og Lóu í Byggðarhorni. Vegna þess að þetta voru nú fólk sem það vissi ekki mikið frammi. Og þetta fólk sem var ekki að berjast á bananspjótum á framboðsfundum í sveitarstjórnarkosningum eða öðru slíku. Eða með hávaða og ræður á fundum með öðrum mannfagnum. Því það er nefnilega einu sinni þannig að þeir sem fara hægt og hafa hljótt að þeir skilja einmitt mest eftir sig. En þannig málið vexti að mamma, hún var rosalega góð kona og það sýndi sér best að hún var að taka börnin sem ekki gátu verið heimi á sér vegna einhvers heimilis vandamála sem við vissum ekki hvað var, krakkarnir. Þetta komu krakkar úr Reykjavík, horuð og fatalaus. Þau fóru til Reykjavíkur nokkrum mánuðum árum seinna, feit og pattarleg, nýjum fötum, prjónuðum og saumuðum. Það var aldrei talað um neina grislu, en mamma fekk svona einu veina gamla kápu úr Reykjavík sem konundar Reykjavík gátu ekki nota. En þannig það að móðir mín var rosalega sæt kona. Svo ég hafi séð á myndum hérna, kom svona 4 myndir. Það að henni var með svona loð hérna trefil. Og þessar myndir voru teknar í Reykjavík svona 1936-7, cirka 8, ég veit það ekki. Og þessar myndir voru stiltar út á ljósmyndastofunni í mörga mánuði ár og ég bara ennþá, ég veit það ekki. Og að því að móðir mín er svo sæt, þá var ég sem að reyna að raula hérna fyrir ykkur lag. Það var hann að báru dóttur mína hér til hals og tröss. Og svo nú Alexander hérna, elsta barnabarnið mitt, þessi hérna. Þannig ég er rosalega montinn í kvöld. Litla. Ég ætla að reyna eitthvað Elfu með mér, hún þorði ekki núna, hann þurfa að koma næst. Eða strákar, ég bara ekki telja í þetta. Og hún er svo sæt. Og hún er svo sæt. Og hún er svo sæt. Og hún er svo sæt að hún sigra gæti heimi. Og hún er svo sæt. Så sæt. Og hun er så sæt. Og hun er så sæt og sæl og rjóð og þreifir. Var hún með frá og öðrum er gá. Legg ég og legg úr sorg og sorg og hún er svo sæt. Og hún er svo sæt. Og hún er svo sæt. Og hún er svo sæt og svo sæl og rjóð og dreif.
og rjóð og dreif. Hún svo sæt og svo sæt og rjóð og dreif. Það var að kynna unga menn fyrir mig. Þetta er hljómsveit Glundroði og á trommum er Skúli og hér á gítar er Anton. Þetta er Gunnar Guðna, spilar á fiðlu og syngur. Þetta er Hallgrímur og svo sonur minn Alexander Freyr. Þetta er hljómsveit Glundroði. Það var gaman að því að Alexander ætlaði að taka við keflinu að gista bróðir, sko. En ég ætla að segja smá sögu af mömmu. Það var þannig að móðir mín var afskaplega, hún var mjög vel lesin og minnug og var ofta að segja frá og segja sögur og hún kunni kvæði Fjallið skjaldbreiður utan hann, ég held að vera 20 erindi eða 18, ég man það ekki. Og þannig var að þegar hún var að segja sögur þá svona fór maður í eitthvað trans og hlustaði og það var aldrei vandamál, við sögðum ekki orð krakkarnir. Svo þegar foreldrar mínir, pabbi fór í fjós á mótnana og gaf morgungjöfina og síðan fór mamma á eftir, þá var hann búinn að setja eld í ketilinn í kjallaranum, fór að mjólka því, svo komu þau inn og settust við kaffiborðið og pabbi horfði út um gluggann til vesturs. Þetta var flottasti glugginn í sveitinni. Maður sá bara Selfossi, alla vestursveitina, út að beygju. Það klikkaði aldrei, það fór enginn að veginn ef maður tók eftir því. Þarna gátu við sitið tímunum saman og spjallað og talað heim og gæma og eitthvað. Ég var kannski eitthvað 4-5 ára gamall og ég skildi eiginlega aldrei í því. Sko, ég var ofta að pæla í því, sko, hvenær eru þau búin að tala allt sem þetta tala Ég komst að þeirra niðurstöðu að ef maður þykir menntun mig sem elskar, þá getur maður að tala við hann endalaust. Svo var það þannig að foreldrar mín, ég hef aldrei rífast, aldrei nokkuð tíma, aldrei tauta að rífast eða neitt. Því að pabbi, hann sagði mér það, hann sagði það ég vissu, í brúðkaupi nr. 1 hjá henni í Heru. Að ef það kemur vandamál í hjónabandi, þá ætti að leysa það upp í rúmi kvöldið og það segir mér það að þau hafa aðeins 5 sinnum rifist þegar við erum 5 systkini. Takk fyrir. Og nú ætla ég að fá hljómsveitin aftur á sviðið þarna. Já, standa þeir ekki alveg teinrættir og tilbúnir eins og piltarnir. En Lóa í Byggðarhorni var, eins og þið heyrið, tónlistarkona af Guðsnáð. Og hefði hún fæðst 50 árum seinna, eða það leyti sem við barnabörnin vorum að fæðast, þá hefði hún örugglega orðið mikill músíkant. Og árið 1950, og farið nú þangað aðeins í huganum, hvernig var þetta rétt eftir síðari heimsstyrjöld, þá var Lóa fertug. Hún var 4 barna móðir og hún var ófrísk af því yngsta, en þá ákvað hún að það væri kominn tími til að læra á fleiri hljóðfæri. Orgelið fræga var fyrir valinu og þá tóku við reglulegar gönguferðir að Litlu Sandvík þar sem hún lærði á orgel hjá Aldísi Pálsdóttur húsfreyju. Lákafi Sigurjón frá Kringlu í Grímsnesi sendi henni svo fótstigið orgel frá Reykjavík og þar var það komið orgelið góða sem margir muna eftir úr Byggðarhorni. Fyrst upp í stofu og svo mörg ár niður í kjallara. En þó klassíkin hafi átt huganum allan, þá hafði hún einnig mjög gaman að fjölbreyttri tónlist. Og kannski sá hún amma okkar aðeins inn í framtíðina því að hún var mikill Eurovision aðdáandi. Henni hlotnaðist þá ekki sá tími að sjá barnabarn sitt keppa fyrir Íslands hönd í Eurovision í Oslo árið 2010. En eins og alþjóð veit þá stóð Hera Björk þar á sviðinu og var stolt okkar á prýði og sönglaði Je ne sais quoi. En amma átti sér sitt uppáhalds Eurovision lag
Og til heiðurs henni ætlar Hera Björk að koma og syngja uppáhalds Eurovision-lagið hennar ömmu All Kinds of Everything. Hera, gjörðu svo vel. Vá, fleiri uppáhaldslög hérna. Snowdrops and daffodils, butterflies and bees, sailboats and fishermen, things of the seas, wishing wells, wedding bells, early morning dew, all kinds of everything reminds me of you. Seagulls and airplanes, things of the sky, winds that go howling, breezes that sigh, city sights, neon lights, gray skies or blue, all kinds of everything reminds me of you. Summertime, wintertime, spring and autumn too. Monday, Tuesday, every day I think of you. Dances, romances, things of the night, sunshine and holidays, postcards to write, budding trees, fallen leaves, a snowflake or two, all kinds of everything reminds me of you. Summertime, wintertime, spring and autumn too, seasons will never change the way that I love you. Dances, romances, things of the night, sunshines and holidays, postcards to write, budding trees, autumn leaves, a snowflake or two, all kinds of everything reminds me of you. All kinds of everything reminds me of you. Takk fyrir kærlega. Þúsund takk að heyra. Það var frábært að heyra að það er greinilega fleiri þekkt þetta lag en við Eurovision fjölskyldan. En vindum nú aðeins kvæði okkar í kross og ræðum aðeins hann Geir. Hver var hann þessi góðsögnin, hann Geir í Byggðarhorni? Eins og sést á myndum sem hafa fengið að koma hérna áður en að við byrjuðum og eru hérna núna og þið sjáuð í hléi, að þá var Geir Gissurarson afar fríður og glæsilegur maður, eða okkur fannst það, það var hann hóværinn erum við alltaf, eins og þið heyrið. En karaktereinkenni Geirs voru gleði og fjör og það var aldrei nokkur einasta lognmölla í kringum hann. Hann hafði alveg sérstaklega skemmtilegan talanda sem við hlæjum ennþá að og hermum eftir. Þetta er þetta stelpa, komdu hérna! Þetta mátti ég eftir að heyra, svolítið óþekk, svolítið baldinn, ung stúlka. En Geir var með eindæmum félagslindur og fjörugur og vanlega var hann hrókur alls fagnaðars. Hann var ekta bóndi og hann vann eins og forkur og afar greiðvirkinn, bæði við nágranna, vini og fjölskyldu. Og það var ekki slátra skeppnu í Sandvíkurhreppi nema Geir kæmi þar nálagt. Og þegar einhver talaði að fara í sumarfrí, hnusaði í honum. Hann skildi ekkert í því að fullfrískt fólk þurfti að fara frá vinnu yfir bjargræðistíman. Það þótti honum ekki góð tíðindi. Geir var svona snillingur eins og unga fólki myndi segja í dag. Hann var bóndi að guðsnáð en svo tók hann að sér alveg sérstakt verkefni. Hann var sko háskirinn í sveitinni. Háskirinn í Sandvíkurhrepp. Hann klippti alla kallana. Það var nú örugglega áður en að Bjössi og Kjartan voru að klippa. Það var ekkert að taka business að ykkur sko. Eða ég held allavega ekki. Og þeir eru margir frægir frasarnir að Geirs.
Og þegar hann fór til dæmis í Ríki að kaupa einhvern tímann pela af brennivíni þá stóð hann frammi fyrir því að velja kripplinga brennivíni, tók 2 flöskur og í staði einn og sagði betur að hafa nóg heldur en of mikið. Við skiljum þennan frasa ekki ennþá en kaupum alltaf 2 flöskur í staðinn fyrir eina. Það er góð regla. Já, setningarnar eru margar sem við munum. Og eitt sinn þegar elsta barnabarni hann Hallena Rúllu komst á séns, það var hestastúlka. Þá barði afi stafnum í gólfið og sagði við nýju kærustuna: Já, bara ef ég ætti nú 40 hross, þá myndi ég bjóða þér út. Svo skellihló hann. Aumingja unga kærastan var alveg frosin í framan, bara afi þér að bjóða mér út. Okkur fannst þetta bara hrikalega fyndið og hlógum með. En svona var afi alltaf. Það voru annarkvort 40 hross eða hann var 40 árum og gamall. En alltaf kom hlátur. Og talandi hláturinn, þá var nú Byggðarhoss hláturinn mjög frægur. Við tökum bakföll af hlátri og svo sláum við á lærinu og svo hristast keppirnir í kroppnum sem svona smá leikfimi. Þetta er dagleg sjón hjá Byggðarhossfólkinu, get ég sagt ykkur. Og þið heyrið rókurnar hérna örugglega í kvöld og seinni í kvöld, þá þekki ég það. En Geir hafði einstaka hæfileika til að geta talað við alla. Gjarnan sér miklu yngra fólk og bara sem jafningja. Hann var mjög áhugasamur og vildi vita deila á þeim. Og þá kom hann ofta viðkomandi og sagði: Mér finnst ég hálfkannast við þig. Og það brast ekki. Alltaf voru þessi 2 konar í hörku spjall eftir smástund. Afi kannast aldrei við nokkurn mann, hann sagði þetta bara. Og hann Geir var svolítið sérstakur af mörgum fleiri hlutum, en hann tók ekki bílpróf fyrir á gamalsaldri. Rétt orðinn 60 keyrði hann af stað alsæll frá lögreglustöðin á Selfossi með nýtt bílpróf á nýrri Lötusport. Og þá byrjaði afi að rúnda. Og Baldvin og Sigurjón Gíslasynnir, þeir eru fæddir í Byggðarhorni, aldir upp þar. Við ætlum aðeins að fá að heyra frá þeim bræðrum hvað þeir hafa að segja hann afa sinn. Gjörið svo vel, strákar. Gott fólk. Óvöndið. Já, ég er Baldvin Ingi. Og ég er Sigurjón Ingi. Við fáum mjög sjaldan að koma fram. Við erum alltaf komumst aldrei fyrir. Þannig að fyrst við erum nú komnir, þá ætlum við nú að gera kannski aðeins meira en að segja bara sögur. Þannig að fyrra lagið sem við ætlum að syngja er... Nei, tjók. Það er bara hlegið á hvað við segjum þetta. Það var alveg skelfing á svipur hérna á familíuna. Nei, það er nú... það var margt bara allan. Og ég var mjög lítið þegar ég byrjaði að fara á hestbak. Og við fórum náttúrulega út að túrum sveitina. Ef ég fekk að ráða hvert við fórum, þá fórum við alltaf í Östursveitina. Á einn bæ þar. Mikið af kökunar, það var rosa gott að koma þangað. En ef afi fekk að ráða, þá fórum við mjög vestarlega í sveitina. Ég fekk alveg að borða það líka, en hann fekk náttúrulega það sem ég fekk ekki þá. Og varst því komið aldur? Nei, ekki komið aldur. Og við fórum í svoleiðistúr. Afi teymdi undir mér, ég var á þitt gamla og við lögluðum eitthvað hérna á Vesturhúsi. Og svo var hann að fara lengi eftir okkur. Það var náttúrulega sást miklu meiri núna og engar rúllustæðir fyrir eða fjósið eða samtíka. Þannig að það sást alveg ef við góðum meira baka við. Svo var að fara, það var þúst eftir veginum. Fór mjög rólega. Svo komum við Votmúlaveginn og þetta gekk rosalega hægt. Og svo þegar fólk fór að sjá þetta almennilega, þá hafði dæmið nefnilega alveg snúist við. Þá hafði gamli fengið meira af því sem ég mátti ekki fá, þannig ég var komið með hann í taumi heim. Gamla góðu daga. Já, ég var nú mikið með gamla og eitt sem ég var stálið magna með hann, það var minn hefði náttúrulega til að pabbi sem er stóra hendur. En þegar afi var bara veifingur, þá dróð fyrir sólu.
Og þegar ég svona, 8-9 ára gamall, þá var ég alltaf með afa hérna í sauðburðinum. Ég var með svona litlar og nettar hendur en langar. Og það var mjög hentugt að nota svona lítinn gutt í það. Maður var ekkert spurður að þessu, maður var ekkert bara mældur út. Svo bara hendur alltaf eitthvað rollu og því það segja eitthvað oi eða eitthvað svolítið, það var ekkert. Það var ekkert hægt að segja eitthvað svolítið. Og ég var með kallinum eiginlega í sauðburði, ég veit ekki, það voru einhver 6-8 ár sem ég var bara þarna alltaf. Og svo fer maður náttúrulega í skóla og því ég er á 9. ári hérna þá byrja ég í skóla hérna haustið og búinn að vera mikið í kringum kallinn sko. Og öðrum degi er ég sendið til skólastjórans af því ég var að brúka munn eins og að sagt þá. En ég skildi hvað djöfislega þetta voru sko. Og bara var þetta ekki hvað þessi kelling að kennari var eitthvað að segja að ég var eitthvað orðljótur og svoleiðis. En þeir voru fljótir að fatta það að ég var náttúrulega bara umgáðsbröð semst afa mér svolítið mikið og þetta var bara málstalið þarna hjá honum og í sveitinni. Þó mér var bara fyrirgefið þetta allt saman. Já, svo er önnur saga, þetta er svolítið minnistæð. Og það var milli jól og nýjárs og gekk mikið á í Fjárhúsinu að hleypa til. Hrút er náttúrulega helvítið eins og hann var kallaður. Hann var bara virkaði ekki. Og það voru góður á dýr. Kallinn í símann og hann gæti fengið hrút í Stórusandvík. Og það þurfti náttúrulega að sækja hann núna. Pabbi var ekki heima, ekki mamma. Hann tímdi ekki að setja hrútinn í lötuna. Landróverinn var í hlaðinu og þetta var 84. Ég var 14 ára. Kallinn kunni ekki á landróverinn. Þannig að þú keyrir. Og ég á landróvernum, kórsarnamyrri, horfði gegnum stýrinn á næst og við fórum í Stórusandvík. Hrútnum henta aftur í. Svo í bakaleiðinni erum við að keyra Stokkhólsveginn, hérna veginn sem merkt hérna Kaldanes. Og sjáum að gefa bíll upp Eyrarbakaveginn á Selfoss. Og við leyfum honum að fara. Þannig að ég fer bara á gatnamótin og bíð þar. Alveg stjarfur sko. Og kallinn að það og bíð eftir honum. Svo keyrir bíllinn framhjá, þá var það löggan. Ég var alveg frísandi í bílnum. Kallinn farði af henn. Þarna voru hennum maður. Drífum okkur. Þannig að ég sá þarna sko áðan. Það eru þarna 2 menn sem voru í löggunni þá. Þannig að ef þeir voru þarna 84 með jól og nýjárs, þá var ekki ég á landrófundum og kallinn farði af henn. Já, margt brasaði sveitinni. Hún Lóa var að tala um einhverja frasa sem kallaði með. Það var heldur gaman ég maður þegar einhver var að slá sig saman. Þá var alltaf spurningi hvort hann var búinn að batna eða ekki sko. Afi, hann var ekkert að fara, hann sagði alltaf, ertu búinn að slá undir? Og mér fannst ég notið þetta í dag og fólk horfið bara á mig og bara, ha? Þú ert búinn að slá undir dreng? Það liggur að segja þetta svona. Þetta er líka eins og þegar Jórvík brann árið þegar Kallinn stóð í glugganum. Hvert er lógt? Það var svona eitt vörsinu viðbútt. En þegar ég, hvað ætli ég hafi verið gaman? Ég held ég hafi verið 14 ára. Nei, ég var 15 ára. Ég var á 16 ári. Þá var ég út í Fjárhúsi að móka skán. Og það átti að gera mjög sérstaklega, eins og afi sagði, þetta skerði í svona biblíustærðir. Af því að þetta var að þurrka á norðurhliðinu hlöðunni og nota svo þegar maður reykja haustið. Og ég var komin í hrútastíguna og ég var búinn að vera að þessu, ég held í 4 eða 5 daga og ég var náttúrulega ekki klíugjarn, það var tekið mér í æsku. Svo ég fór alltaf í sömu fötin. Það tók ekki að þvo þetta var það ógeðslegt sko. Og ég er að moka hann úti og svo heyri ég þetta sérkennilega hljóð sem að okkar ætt kannast öll við. Það var flautið í lötunni.
Og ég held að kallinn sé bara eitthvað vissenslega úti og veist, og svo hljóðið bara alltaf. Svo ég legg nú frá mig tæki og tól og rölti hérna út, einn skítur eins og ég var. Situr ekki kallinn hérna á lautinu og inn í bíl. Og ég sest inn í bíl bara, hvað? Þess að fara på Selfoss. Ég var, já, ok, já. Og svo var tætt á stað og kallinn stoppað fyrir utan ÁTVR. Það var á þriðjudegi, klukkan var svona 2:30. Ég gleymi þessari stund aldrei. Lætur mig hafa pening, var inn og keypti 2 brennivínsflöskur. Og ég bara, já því ekki það. Ég alltaf þarna inn. Það eldri kona sem við kassan og einhverju 2 raði hillur. Og það svona stoppaði bara allt í sjoppinni, sko. Það var bara að horta strákinn. Og já, ég var ungur, sko. En lyktin, hún vildi mér vel. Ég alltaf hann inn með þessi stingandi augnarað á mér og næði hann í 2 brennivínsflöskur og smellið heim á borðið og rétti koninni peninginn og hún horfir bara á mig bara, hvað í gangi? Og svona áður en ég næði að segja neitt, þá heyrist flautið og hann svona vinkar. Og ég hann bara, ég að kaupa þetta fyrir hann af mér, hann svolítið fótafúinn, hann bara hann út í bíl. Alveg haugskítur. Og konan horfir svona á mig, út í bíl og kallinn hann. Þetta verður bara gert einu sinni, svo. Og snáfaði hér út. Og hann var að fara þess norður með henni Dísu. Takk fyrir okkur. Takk fyrir að vera. Við verðum alveg vakna, við erum eitthvað í múltinningunni saman. Já, þeir anga vel í kvöld, þessi myndalegu piltar. Þá hvað voru þeir eftir á víni? En á sumrin var mjög oft fjörugt í Byrðarhafni og margt manninn. Og kvöldkaffi tók þá gjarnan á sig sérkennilegan blæ. Því ef að húsbændur og hjú voru í stuði, þá endaði kvöldkaffi gjarnan með sögum og söng. Og jafnvel með danslauk í stofunni, segja sumar frænku mér. Og í eldhúsinu ef sá var gallinn á þeim. Og það því ekki úr vegi núna að syngja saman eitt af uppáhaldslögunum hans Geirs, Dalakofan. Náum í blöðin og upp með glerugun og gerum okkur klár, fjöldasöng.
Jæja, Einar, ertu klár? Nú ætlum við að fara í smá tæknilegan gjörning. Aftur. En áður við vindum okkur í það, þá langar mig að segja ykkur að Geir og Lóa voru nú ekki viðföruleg þeim skilningi sem við þekkjum í dag. Þau ferðuðust ekki mikið á milli landa eins og við gerum í dag. En Geir, hann kunni svar við því þegar einhver var að segja ferðarsögur og honum fannst að leiðast að hann hafi ekki farið. Þá sagði hann, New York, hver hefur ekki komið þangað? En hefur þú komið upp á Húsavíkurfjall? Og svo sló hann út Eva í sjónvarpið. Og þangað hafði nánast ekki nokkuð maður komið. Já, Geir afi hafði nefnilega skrölt á gamalsaldri á bíl upp á Húsavíkurfjall. Vissuð þið að það væri hægt? Nú getið þið farið á toppinn, sko, á Þingeyjarsýslunni. En hann hafði ekki bara gert það, hann hafði líka fengið eina ástsælustu sjónvarpskonu landsins þá daga heim í hlöðu til sín. Sætasta kona og ástsælusta kona sjónvarpsins í þá daga, hver var það? Bryndís Schram. Já. Heyrðu, hún kom og tók viðtal við Geir. Og við ætlum að sjá smá bút úr því. Ég ætla að biðja ykkur að hafa gott hljóð þegar við leikum þetta myndband því að viðtalið sjálft við Geir í hlöðunni hljóðin eru ekki góð en það verður hérna smá lagstúr eftir sem að hljóðin eru mun betri í. En nú ætlum við bara að leyfa honum Einari tækni undri hérna að gera sitt og hingurum eftir laginu, viðtalinu. Geir, byggðarhorn þitt ættaróðar? Já, það það. Hefur þín ætt verið hér mann fram að manni? Ég er búinn að vera hérna á 300 ár. En hvernig skýrur þetta nafn, byggðarhorn? Ég skýri það þannig að það er ef það kemur flóði í Hvítá þá fyrir allt í kaf fyrir neðan bara. Byggðin er ekki lengra? Já, það er ekki hægt að byggja á mýrinni. En nú hljóta búskaparhættir hafa breyst mjög á þeim árum. Þú ert búinn að búa hvað í 40 ár, ekki? Já, ég byrjaði búskap hérna 37. Það er náttúrulega allt annað. Ég stóð með orfinu fyrst og frá 7 til 9. En þetta er allt breytt og sem betur vel. En þurftu þá bændur ekki geta, eins og sjómenn, að geta spáð í skýin, sagt til? Jú. Kannt þú þar? Já, maður þóttist kunna það í eina tíð. En nú þarf ekki að vera hugsa það. Nú skiptir það einhver máli lengur eða eitthvað? Nei, nú eru bara veðurfréttirnar. Það er alveg eftir þeim. En þú ert alveg hættur að horfa upp til himins þegar þú gengur út á morgnana? Það liggur við. En hvernig leggst sumarið í þig? Ég held að við erum búin að hafa núna þrjú sömu árið yfir. Ég geti trúið á því að þetta var líðandi skeið. Svo það er eitt vel í mig. Æ, það er gott að heyra það. Þetta er gríðarlega mikil hlaða hérna. Þú náttúrulega byggt þessa hlöðu sjálfur, er það ekki? Jú. Er hún óvenju stór? Já, hún er óvenju stór. Hún þótti það þegar ég byggði hana. Og hún er svona svo fylltust svona hegir ég strax og þá var þetta í lagi. Er þetta heitir margra ára sem þeir eru með hérna? Nei, það er mikill afgangur í ára. Já, það er það. Nú ætlum við eftir að fara út í fjós og hlusta á Dætur 2, Hjördís og Úlfhildi syngja. Já. Mér skilst að þær hafi nú æft sig gjarnan í fjósun í gamla daga. Ég keypti bíó brakka út í Kaldanis og byggði fjós úr því og þær afðið sig þar. Jómaði vel í því fjósi? Já, alveg sérstaklega vel. Og hvernig stóð þið, voru það svona söngpípur frá upphafi, þessi stelpur þínar? Já, ég held það, mér sjótt að segja það, þær voru ákveðar söngelstar. En hver kom upp á lagið í upphafi? Já, það var nú aðalega mamma þeirra. Spilaði hún á hljóðfæri? Já, hún fekk að pappa hennar kom með litla harmóníku tvöfaldar og gaf hennar í sumarkjöf. Og það er langt síðan? Já, það er langt síðan 40 ár síðan. Handan við hafdjúpin bláu
vera sjúklega sætar í fjósun alltaf. En þið sjáu það að húsfylli hérna, við verðum að gefa okkur smá tíma til þess að anda og standa upp og fá okkur að drekka og fá súrefni. Við ætlum að taka hlé núna, sjáumst aftur eftir 20 mínútur. Jæja, góði gestir, þá ætlum við að halda Byggðarholtsfjörunni áfram og ekki úr vegi að byrja bara á góðum fjöldasöng, flettum á blaðsíðu 2 og tökum komdu og skoðaðu kistuna mína. Ég fæ þar forsöngkonur hérna upp. Og komdu og skoðaðu kistina í kössum og handölum þar á mér nóg sem ber að gera í Kæru Byggðarholtssystkin, sitið sem fastast á sviðinu. Ég fekk mér aðeins neðan í hérna í hlénu. Nei, ég langaði aðeins að fá að hafa þau hérna áfram því að þau Byggðarholtshjónin, Lóa og Geir, áttu samtals 24 systkini og flest bjuggu þau í Reykjavík. Og þegar boðið var til veislu vegna ferminga eða afmæla, tók einhver úr þessum hópi sig til og auglýsti sætaferðir frá BSI að Byggðarholti. Já, og ég get svarið að það komu sætaferðir í kvöld, vissuð af því? Já, það er sko 20 mann sem komu með rútun úr Reykjavík. En þegar þessi hópur kom saman, þá var sannkallað fjör og mikið sungið og mikið hlegið. Og því nú ekki úr vegi að lygna aftur augunum og fara hálfa öld aftur í tímann og hugsa okkur fermingardaga barnanna sem þá alltaf voru hvítasunnu og ávallt í góðu veðri og allir gátu verið út að leika sér við leik og söng og við ætlum að syngja saman, ætla að fá þau til þess að leiða áfram hérna fjöldasöng Kvöldið er fagurt. Eruð þið ekki með? Blaðsíðu 2. Yeah.
En áður en við förum lengra, þá langar mig að kynna þessa léttirleikandi hljómsveit sem við köllum Hljómsveit Hússins. Þetta eru reynsluboltar, það er samnefnari fyrir þá alla saman. Nú er verið að leira þannig, erum við ekki Hljómsveit Hjördísar Geirs? Eða Gissurar Geirs? Eða Hússins? Eða Grétars Geirs, já. En byrjum á þessum masturum kallum hérna. Grétar Geirsson á harmoníkuna, gefum honum gott klapp. Og Helgi Kristjánsson, bassaleikari. Helgi Hermannsson, gítarleikari. Og Óli Bakk á trommurnar. Og reyndar hafa 3 af þessum mönnum spilað með Gissuri Geirs. Hann verslunarmann Helgi hérna, reyndar bara 2 kvöld. Eða ekki? Já, 2 kvöld. En hinir strákarnir mun lengra. En gefið þessum snillingum og reynsluboltum gott klapp! Þá heldum við söguna áfram. Og við ætlum aðeins að færa okkur niður og kannski nær tímanum í dag. Eða frá ástir þeirra hófust, þeirra Geirs og Lóu. En frumburður þeirra Byggðarhótt Sjóna var státinn strákur og fékk nafnið Gissur Ingi, eftir afa sínum og ömmu. Gissur Ingi var lífsglaður drengur, sem allt lék í höndunum á og þegar hann hafði aldur til að þá lærði hann húsasmíði. En eplið fellur sjaldan langt frá eikinni og ekki var hann hár í loftinu þegar harmonikkan átti hugans allan. Og hann lét ekki takkanikuna duga, heldur var sér út alvöru nikku og lærði á hana undir leiðsögn Steina í Gerakoti. Og tónlistin lá vel við Gissuri og áður en varði var drengurinn búinn að stofna hljómsveit og systur hans fengu fyrir náð og miskunn að syngja með á Sandvíkurballi og þá má segja að boltinn hafi byrjað að rúlla. En fáum nú á sviðið dætur Gissurar til þess að segja okkur frá tónlistamanninum Gissuri Gissinni. Gjörðu þið svo vel, Kolbrún Ylva og Vigdís Rós. Já, Kolbrún Ylva Gissuradóttir heiti ég. Vigdís Rós Gissuradóttir heiti ég. Við erum dætur Gissurar, en við erum 3 systkinin. Með okkur í salnum er Geir Gissursson yngri. Gissur sýndi ungur árum tilburði til tónlistaiðkunar og hóf að spila á takkaharmoníku móður sinnar sem hann náði strax góðum tökum á og sýndi á henni ótrúlegar framfarir. Gissur var ekki sveitastrákur sem reið sem hetja héruð á gæðingu föður síns. Ó nei, heldur vildi hann sitja og hlusta á útvarpið og drekka í sig allt sem það hafði upp á að bjóða, bæði klassík og dægulög. 16 ára gamall fór Gissur á eina vertíð á Stokkseyri og barðist þar við sjóveiki allan tíman. En það gleymdist fljótt þegar fréttist að Steini í Geirakoti hefði eignast glænýja píanóharmoníku og væri að æfa sig að spila. Og ekki að orðlengja það frekar að Gissur fekk lánaða nikkuna og hóf að spila eins og hann hefði aldrei gert neitt annað. Síðar fekk hann nikkuna góðu að gjöf frá Steina í Geirakoti. Í iðnskólanum á Selfossi kynntist hann svo ungum mönnum sem voru einnig að stíga sem fyrstu skref á harmoníkuna. Þeir félagar fóru að æfa saman og spiluðu á ungmennafélagssamkomum. Þarna voru meðal annars Steini Spil, sá alkunni nikkari, og Hafsteinn Þorvalds á trommur. Og auðvitað var tekinn heitasti slagarinn Hreðavarsvalsinn sem þá var nýr á nálinni.
Ásgeir Sigurðsson kom á Selfoss fór hann fljótlega að kenna ungum mönnum að blása í lúðra og var Gissur þar fremstur í flokki á saxofón og túpu. Síðan gekk hann til liðs við lúðrasveit Selfoss þegar Ásgeir stofnaði hana. Gissur var frá unga aldri liðtækur á hinum svokölluðu samtökuböllum. Í vetrarbyrjun 1958 stofnaði hann svo hljómsveitina Tónabræður sem hafði æfingaraðstöðu í kjallarónum í Byggðarhorni. Með honum í hljómsveitinu voru Guðmundur Bjarnason á gítar, Viggo Þorsteins á harmoniku, Bergur Bárðarsson á kontrabassa og Hreiðar Guðjónsson á trommur. En Gissur sjálfur spilaði í jöfnum höndum á harmonikuna og saxofónin. Dægurfluga þess tíma var Red River Rock. Heyrum hvernig það hljómar. Hljómsveitin Tónabræður fór strax á flug og hóf að leika á alls konar mannamóti með góðan orðstír og ljóst að það vantaði ekkert nema söngvara sem þá var mikið í tísku. Gissur fór auðvitað að svipast eftir söngvara og viti menn. Hann þurfti ekki að fara langt því að Dísa litla systir var forfallin Gitti Henning aðdáandi og söng lagið Mamma í tíma og ótíma. Í tíma og ótíma. En það hafði hún æft í Braggafjósinu í Byggðarholti enda ekkóhljómurinn þar dásamlegur. Það ekki ónægja það að Gissur kippti litlu systur inn í kjallarherbergið og kom þá í ljós að svo litla kunni sippa fleira fyrir sér í dægurlögum þeirra tíma. Og þarna hófst sem sé söngferill Hjördísar Geirs sem sér enn ekki fyrir endan á. Vorið 1959 Rúlla systir þeirra kom að verki frá Vestmannaeyjum, gekk hún aftur til liðs við Tónabræður og þar með urðu söngkonurnar tvær sem sungu með hljómsveitinni Tónabræðrum vítt og breitt á sveitaböllunum sumarið 59. Lag þeirra tíma var Everybody Loves a Lover. Take it away, girls. Not
Gissur starfaði með hljómsveitir óslitið til ársins 1963. Þá dreif hann sig til sjós með harmonikunu undir hendinni sem timburmaður á flutningaskipinu Dettifossi, þar sem hann starfaði í nokkur ár og lék þar við hvern sinn fingur. Þegar hann hætti til sjós stofnaði hann hljómsveit Gissur og Giss. Átti hann farsælan hljómsveitarstjóraferil í áraraðir með hinum ýmsu hljóðfæraleikurum. Lagði hann metnað sinn í að spila fjölbreytta dans og dægurtónlist sem var við hæfi hverju sinni. Hvar sem Gissur fór var harmonikan ætíð með í för og hann ólátur við að þenja nikkuna, enda einkalaginn við að halda uppi fjöri við allskyns tækifæri. Pabbi lenti í alvarlegum veikindum á sínum besta aldri og tapaði tíma getu til spilamennsku. En hann setti sér það takmark að ná aftur krafti við að þenja nikkuna og það tókst honum með glæsibrag og náði hann að leika við hversi fingur til dauðadags. Og nú ætlum við að flytja hérna 2 falleg lög, lítil stuttlög eftir Sigfús Halldórsson. Það birtist mér í draumi sem dýrlegt ævintýr, hver dagur sem Syngja með! Þetta var bröðanum! svo morgun björt á fögur í mínum huga býr, sem minningum á sumarstundu kynni, og ástarjónir þín verður ævi hverja mín, og hinnar stunda líkur göngum minni. Þá birtist mér í draumi sem dýrlegt ævintýr, hver dagur sem ég lifði náðist inni. Langar til að óska einu afmælisbarni til hamingju með daginn. Pabbi var rosa upptekinn fyrir nákvæmlega 50 árum síðan við að keyra brúðhjón sem var að gifta sig. Og akkúrat í dag, 50 árum seinna, á þessum fallega degi Byggðarlagsfjölskyldunnar, eiga tengdaforeldrar mínir 50 ára brúðkaupsafmæli. Þannig ég ætla að óska þeim innilega til hamingju með daginn. Var það þá sungið á brúðkaupsdaginn hann beið og allir biðu og tíminn leið og enginn vissi og enginn sá brúðina fögru sem hann vill fá. Hvað heitir hún? Stína, hvar ert þú? Verður ekki saman, verður ekki? Viltu ekki verða frú? Nei, ég held ekki áfram með lagið. Þetta til innilega til hamingju með brúðkaupsafmælið. En árið 1942 eignuðust þau Byggðarholtshjón dóttur sem hlaut nafnið Úlfhildur. Og þetta nafn var eftir gamalli konu sem dvaldi á heimilinu og fóstraði Geir afa þegar hann var barnaaldri. Úlfhildur þótti stundum full ærslafengin að mati Gissur og stórabróður og hann fékk vanlega það vandasama verk að gæta hennar
og fegnastur var hann öllum þegar eldri frænkurnar komu frá Reykjavík til sumadvalar og tóku við hlutverkinu. En stúlkan litla, fagra, óx úr grasi og gekk til liðs við bróðursins eins og þið hafi heyrt við hljómsveitina á Tónabræður. Úlfhildur, eða Úlla eins og við köllum hana, dagstaglega hefur alið mestan sinn aldur í Mosfellsbæ. Og Úlla söngkona af guðsnáð og hefur sungið með kórum og leiklistahópum í áratugi. Og heyru nú hvað Úlla hefur að segja æskuheimilið á Byggðarhorni. Og hér sviðsmaður, það sko dóttirinn Úllu að gera klárt, sem myndarlegi sviðsmaður. Afsakið aðeins, ég þarf aðeins að laga þetta. Já, Helgi minn, þetta flott. Ekki slæmt að hafa svona aðstoðarrótara. En komið öll blessa og sæl og gaman að sjá ykkur svona mörg. Nú, eins og hefur komið fram, þá heiti ég Úlfhildur Geirsdóttir og ég elsti ættleggur Byggðarhornsættarinnar út frá Lóu og Geir og telst því vera ættmóðirinn. Já, ég fædd 1942 að morgni föstudagsins langa og ljósmóðurinn var sótt í snarhasti á hestum upp á Selfoss, enda hestvön kona og systir pabba. En hún hefði ekki komist langt á villisjeppanum sínum vegna mikillar ófærðar. En ég kýs að kalla þennan pistil bara til dæmis félagsmiðstöðin Byggðarhorn. Vegna þess að þegar ég var að alast upp á fyrri hluta síðustu aldar var sveitaheimili foreldra minna oft á tíðum eins og skemmtileg félagsmiðstöð, eins og það er kallað í dag. Foreldrar mínir áttu bæði stórar fjölskyldur og var heimilið eins konar miðdepill fyrir ættingja og vini og ekki síður fyrir vandalausa sem nutu umhyggju foreldra minna dvöldu á heimilinu lengri eða skemmri tíma. Þegar gestir bar að garði og börn voru með í för, þurfti ekki að segja okkur börnunum að við áttum að sinna yngri gestunum meðan kannski pabbi hásnyrti manninn og mamma fandi góðgjörðir. Svo fór þetta eftir veðri hvað við gerðum, hvort við fórum í útileiki, róluðum út í hlöðu eða bara spiluðum. Svo voru haldin íþróttamót á túninu heima og þegar keppa átti í spretthlaupi stillti Siggi Eðisandvík okkur krökkunum upp eftir aldri þannig að þau elstu hlupu lengst og þau yngri styttra. Já, það var svo sannarlega líf og fjör í sveitinni. Eins og áður sagði, dvöldu margir á æskuheimili mínu lengri eða skemmri tíma og verður það ekki rakið hér. Mér langar þó að deila með ykkur tveimur persónum sem eru mér mjög minnisstæðar. Maður nokkur tengdur fjölskyldunni hafði gengið til liðs við sértrúarsöfnuð og kom reglulega til að breiða út fagnaðarerindið. Maður þessi hafði dáfagra söngrödd og flutti másitt gjarnan í tónum og móðir mín sem var söngersk og músikörsk samdi við hann að hann mætti messa yfir henni sem hann vildi ef það væri bara sungið. Og oftar en ekki voru farin að hásyngja yfir kleinu eða flatböku bakstrið. Og pabbi, hann hafði sama háttinn á og hann mátti syngja, hann mátti bara, ef hann söng þá mátti hann vera út í fjósi með honum og oftar en ekki mátti sjá þennan söngarska mann út í fjósi standa í flórnum fyrir aftan kýrnar og syngja meðan að pabbi tullaði beljurnar. Pabbi reykti pípu á þessum tíma og var sérstaklega spaugilegt að sjá reykinn liðast upp frá pípunni framan í syngjandi mannin. En það var harðbannað að hlæja, allavega upphátt.
Okkur krökkunum var sagt að láta lítið fyrir okkur fara og vera almennileg við þennan mann. En það þótti allavega mér vænt þennan mann sem var náttúrulega ekkert nema gæðin og fór alltaf syngjandi glaður af okkar fundi, enda kunnu foreldrarnir á honum lagið. Svo var það konan okkur sem hefði veikst af geðveiki á besta aldri og bókstaflega flakkaði á milli bæja. Hún átti í raun ekki fast heimili, en dvaldi 1 til 2 vikur á hverjum bæ eftir atvikum og hún átti 4 börn og elsti sonur hennar dvaldi í Byggðarhöfni og var þar heimilismaður margra ára skeið. Konan kom oft á Byggðarhöfni og þegar sást til ferða hennar tók móður mín til sinna ráða og heimilið breyttist í félagsmiðstöð. Sumir voru sendir á móti henni til að passa hundarnir sem hún var dauðhrædd við væri ekki ónáðana, aðrir gengu úr rúmi og faðir minn tók drenginn að sér sem var óharðnaður unglingur og skammaði sín fyrir móður sína. Oftar en ekki og ég auðvitað ásamt, þeir borðuðu með henni ásamt mér inn í stofu kvöldmat á meðan hún dvaldi á heimilinu. Mér fannst þetta nefnilega alveg ofboðslega spennandi, þessi kona, og bara skildi ekkert í drengnum að hann skildi ekki vilja vera með mömmu sinni að borða inn í stofu. Svona gekk þetta til í mörg ár og hluti af uppeldi mínu og ómetanlegt veganesti út í lífið. En gefum nú syni mínum orðið sem hefur búið í Danmörku í allmörg ár og dvaldi mörg sumir í Byggðarhöfni á sínum uppvaxtarárum eða allt frá 9 ára aldri og til 15 ára aldurs. Ég heiti Haraldur Sigvaldason og 9 ára gamall væri svo heppinn að vera sendur í sveit til afa og ömmu í Byggðarhöfni. Það var auðvitað upphefð að hafa sumarvinnu og græða smá pening, en aðal heppnin var að fá að kynnast þessu frábæra fólki sem voru afi minn og amma og víst að þau hafa verið fyrirmyndir mínar í mörgum mínum lífsviðhorfum síðan. Úr sveitin á ég margar góðar minningar og finn ilminn úr eldhúsinu hjá ömmu sem bakaði heimsins bestu kleinur og pönnukökur. Svo hugsaði hún hænurnar, sá garðinn og auðvitað passaði hún að ég og hundarnir fengi og kettirnir fengi sitt og auðvitað allt fólkið og stundum var húsið fullt af fólki. Það var sumardvalarfólk og heimilisfólk og gerðum allt brosandi og rauðaði lagstúf. Eitt var það sem klikkaði ekki á ömmu, en það var að fá sér hádegisblundi og ef að gestir bara garði í miðjum hádegisblundi það sá hann gjarnan þegar hún heilsaði gestunum. Já, komið nú marg blessuð, mér var einmitt að dreyma ykkur, elskurnar. Og ég er ekki í vafa að amma hafði yfirnáttúrulega gáfu og sá meira en annað fólk. Amma var alltaf mild og blíð við okkur krakkana, en þegar ærslinn gengur hófi, þá átti hann til að bista sig aðeins og sagði þá hátt og snjallt. Ef þið hættið ekki svo látum þá fæ ég hjarta áfall og dekk niður dauð. Og þetta hreif alltaf. Og ef ég var ekki alveg eins og afa líkaði, þá sagði amma bara æ, hann er þreyttur og svangur, elsku kúturinn. Og auðvitað hreif það líka. Afi var eftirminnilegur ökumaður þegar hann tók strikið á Votmúlaveginum á Fergusorunum og var að kíkja eftir kindum. Og víst að svigmeistarar Álftafjalla hefðu ekki staðið sig betur í því stórsvíi sem afi tók þegar hann var að spá í hver ætti þessa eða hina rolluna. Þegar afi heimsótti mig til Danmerkur, 83 ára gamall, var það fyrsta sem hann spáði í hvernig í andskotanum mennum færu að því að smala fé með öll sitt tré. Og hvort það væri virkilega ekki rekja á fjall. Það liti allavega að vera nauðsynlegt að hafa helvíti góðan hund. Smalamennskarnir í Byggðarhöfni voru ógleymanlegar og þar sýndi afi snillar takta sem íþróttaþjálfarar getur nýtt sér. Það stóð enginn á réttum stað. Hvorki menn né hundar. Allir voru
voru hundskammaðir með háum rómi foringjans og lokamínúturnar voru sérstaklega dramatískar og allir töldu að nú væri kallinn genginn af töflunum. En þá allt í einu runnu kindurnar á rétta braut og eins og hendi væri veifað og allt féll í ljúfa löð. Allir fengu klapp á bakið og hrósaði hástert og allavega mér fannst gott að fá hrósið. Ég hef notað þessa stjórnunaraðferð afar töluvert á mínum fullorðinstu árum. Amma tók ekki þátt í smaðarmennskunum en sá að allir fengu föt og nóg að borða. Hún var allsráðandi í eldhúsinu og afi hafði þar engin völd. Með einni undantekningu þó. Hann fékk að þvo sér lappirnar í eldhúsvaskinu. Og það eftirminnileg og spaugileg sjón sem eflaust margir muna eftir. Að sjá afa standa á annarri löppunni til skiptis með hina upp í vaskinum á meðan að á athöfninu stóð. Þessi athöfn fór fram þó að elds var fullt af fólki og þetta fannst öllum eðlilegasti hlutur. Árið eftir að amma dó og ég orðinn fullorðinn maður átti ég því lánið að fagna að dvelja hjá afa í eina viku vegna vinnu minnar og það var frábær vika. Við spiluðum Marías og fórum í bíltúra, elduðum mat eins og grásleppu og rauðmaga og ég fæ ennþá vatn í munninn. Afi gat komið mér óvart og þegar hann spurði mig út í skilnað sem ég hafði þá nýlega gengið í gegnum, hlustaði hann eins og þaulvanur sálfræðingur á harmatölur mínar og hvatti mig til dáða. En þegar honum fannst nóg komið af harmakveininu, beygði hann sig yfir borðið og sagði mér svona eins og við trúnaði. Við ammaðin vorum nú heldur ekkert alltaf sammála alla hluti. En við vorum alltaf góð þegar við vorum komin upp í. Svo hló hann eins og honum einu með laginu. Haraldur sendir þessari samkomu sínar bestu kveðjur. Foreldrar mínir höfðu gott lag á börnum sem kom berlega í ljós þegar barnabarnaskriðan fór af stað. Og meðan að mamma strauk blíðlega tárvotan vanga og stakk einhverju góðgæti í munn, satt pabbi og hossaði ungunum í fanginu og hásöng. Og nú ætla ég að biðja alla sem kunna þetta að taka vel undir. Lambið mitt með blóman bjarta ber það gull í hnakkanum, hillir undir hrútinn svarta hinum megin á bakkanum. Bakkanum, bakkanum, hinum megin á bakkanum. Og nú skulum við fletta upp í fínu söngskráni og syngja Nú blikar við sólarlag eftir Þorsteinn Erlingsson. Takk fyrir mig. Oh
Úlla. Úlla frænka eins og við köllum hann alltaf. Ég er aðeins að glúra þetta fyrir hún Helga. En þá skulum við halda þessari sögu áfram. Og Hjördís Geirsdóttir, hún var næsta barn þeirra hjóna, fædd í apríl árið 1944 og er þriðja barnið. Snemma fór að bera því að telpan væri fljót að læra lag og texta sem hún heyrði í útvarpinu og gjarnan heyrðust tónar úr fjósinu, sem þið hafi nú heyrtu. Og ekki komu þeir frá nautgrupunum, heldur frá söngurinn ungu sem hélt að enginn heyrði til sín. Og sögur fara því að Dísa og Úlla hafi lært heilu og hálfu barnatímana og leikritin og flutt þau út á túni í heyskap frængum sínum úr Reykjavík til mikillar skemmtunar. Og örlög Hjördísar voru ráðin þarna í fjósbrakanum góða. Ævistarf hennar var söngur, hvort heldur það var með hljómsveitum og Hótel Loftluðum, á gömludansonum eða sem stjórnandi í sönghópum. Hjördís tók upp á því, rúmlega fertug að fara í skóla og læra sjúkraliða. Maður getur ekki verið söngkona alla ævi, sáum við okkur börnin. Nú, er það ekki, sögðu við eins og asnar og... Ok. Og mamma fór í FB, Fjölbrautaskólann í Breiðholti. Ég var sem betur fyrir í útskrifu, en systkini mín voru alltaf með henni í skólanum. Græddu pening í mötuneytinu og svona. Mamma, áttu pening! En þegar sjúkraliðanáminu lauk, þá fann hann út úr því að með því að bæta þessi nokkrum fögum, þá gæti hún líka orðið snirtifræðingur. Mjög praktískt, ok. Og mikið vorum við stolt af henni mömmu okkar sem útskrifast með 2 skólagráður úr Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. En viti menn, hún hætti ekkert að syngja. Nei, og okkur fannst það svo skemmtilegt. Ætlaðir þú ekki að hætta að syngja, mamma? Erst þú ekki svona söngkona og snirtifræðingur? Nei, bara 1 ball í viðbót og þorrablót þarna og svona. Svo hún hélt náttúrulega söngnum áfram, þannig að við fórum nú að stríðina og sagði, mamma, hvað ætlar að setja í símaskrána? Er það Hjördís Geirsdóttir sjúkraliði? Eða er það Hjördís Geirsdóttir snirtifræðingur? Eða er það Hjördís Geirsdóttir söngkona? En við vorum mjög uppátækjasöm systkini og fljót að finna upp á nýjum starfstitli. Hjördís Geirsdóttir söngsnirtiliði. Og góði gestir, bjóðum upp á sviðið söngsnirtiliðan Hjördísi Geirs með sitt ástsæla lag Manstu vinur. Yfir bláan víðan sæ
Í ágúst 1945 fæddist yngri sonur þeirra hjóna og hlaut hann nafni Gísli í höfuð á móður bróður sínum. Þetta var dugnaðardrengur sem fór að ganga 10 mánaða gamall og hefur ekki stoppað síðan. Nema svona rétt á milli hnjáaðgerða kannski. En Gísli tók fljótlega að sér að vera Dísu til hals og traust þegar á þurfti að halda, enda voru þau mikli félagar. En Gísli var afar uppátækjasamur og það er til margar sögur af uppátækjunum. Og til að hemja soninn, þá hafði mamma hans í gegnum árin sagt við hann: ekki fikta í eldhústækjunum, Gísli, þá springur húsið. Gísli náttúrulega var bara forvitinn í framan og fannst þetta eitthvað skrítið, ætlaði nú að sannræna móður sína, hentist inn í eldhús og hentist inn í eldhús, kveikti á öllum græi sem hægt var að kveikja á og hljóp út í hendingskasti. Engin sprenging, húsið gamla stendur enn. En tónlistin hefur verið hugleikin Gísla frá barnsaldri og skemmtikrafturinn Gísli er sjaldan langt undan. Og eins og ég sjáið að þá er Glundroði kominn á svið og þeir ætla að spila og syngja hérna með honum. Gísli, gjörðu svo vel. Halló. Jæja, kæru félagar. Nú ætla ég að segja eitthvað smá sögu á honum föður mínum. Það er málum vexti að eftir kannski að byrja því að segja hana, já. Sko að þegar 1936 sennilega 7 þá kom að því að það þyrfti að fara endurnýja það var svona að taka við í byggðargrunni. Það komu hérna til greina 2 eða 3 bræður. Ég man að Gunnar bjó hérna í 1 ár og ég held að konuna sem ég hafi ekki líka þetta þannig að hann hætti. Svo var eitthvað annar bróðir sem ég veit ekki alveg hver var og svo pabbi og þeir voru þarna saman og svona voru samstaka við að vinna hver með öðrum og studdu hvern annan. Og þess vegna ætla ég að láta strákarna flytja hérna lag sem er samið eftir Alexander og Anton. Lagið eftir þá en textin eftir alla strákarna og lagið passar akkurat þessar 3 bræður. Hér vel strákar. Takk fyrir. Þetta lag heitir Ber hver á baki. Sitja
Hér sjáum við framtíðina, sko. Faðir minn sagði mér það einu sinni þegar hann og kaupakonuna voru komið í sveitina. Það var aðeins spenningurinn þegar hann var náttúrulega unglingur, afi amma bjuggu. Það var svona, hvernig lítur kaupakonunar út í ár. Þetta er svona svipað eins og þegar stígir skálanum var hann að stelpunum og beið maður fyrir skálanum sem nýju stelpunum kemur skálanum. Og það tókst hjá mér einu sinni þegar Inga var að vinna í skálanum. Nefnum hann sagði mér það var aðallega spennan í því að þegar var verið að binda sæti út á mýri, það var að ná í fallegustu kaupakonu þess að halda á móti, sem kallast þið. Og þegar pabbi var að strekkja, þá dró hann sætun yfir til sín, konan kom upp á sætuna og markmiðið var að draga það langt að konan myndi strjást í vangan á hann. Mamma var ekki alveg til í þetta. Fór þetta frá og svona gekk þetta eitthvað 2-3 mánuði þegar við varum að binda og svona þegar maður vika eftir að slættin þá var hún eitthvað farin að gefa eftir og síðasta daginn þá skellti hún sama vöngunum og hann skellti kost á kinnina á henni og svo þegar síðasta sátan var bundin þá förum við bak við sátuna og vita menn 9 mánuðin síðar og 10 dögum aftur og bak fæddist Gissur bróðir. Það er nefnilega þannig að þessum árum þá tók þetta bara allt upp í 4 mánuði að ná sér í konu. Það var ekki búið að finna upp nýjirði til dæmis skyndikynni. Eða hvað þá viltu vera menn? Nei, það var ekki neitt frá þess. En faðir minn, eins og Óla sagði, hann var alltaf syngjandi og kvöldin, þegar við vorum lítið, þá kom hann á kvöld, þá var hann ekkert sjónvarp, ekki þessi, sko. Og þá tók hann oft á hnén og söng þetta sem var að vera að syngja. Og það var til dæmis lítil litla jörð með libran fót, labba götu þverra, hún mun stinta manna mót mig í söðli bera. Ég skildi nú aldrei að hún var að labba þess að götu þverra. Svo var hún Sigga systir mín sem situr út í götu og er að mjólka ánu sín. Við vorum eftir fötum, mér finnst það ástæðlega fallegt. En svo kom hann sem Ólafur með hann, hvernig byrjaði þetta? Lambið mitt með blóma bjarta, er það gull í nakkanum, hugsaðu það, gull í nakkanum á því. Hrúturinn, hvernig var það? Hyrlir undir hrútin svarta, hinum er á bakkanum. Mér var alltaf bölvalega að hennar hreimtist hrút. Og var alltaf hugsað af mér, sko, hvað myndi ske ef hrút fjandinn kæmist nú yfir stóðaskurðin? Svo kónaði það alveg þegar hann fór að tala um Gylfavík sem var síðasta lagið fyrir svefn að taka hérna. Siggi var úti með Örnar í Haga og hann hafði stukkuð söður í Mó. Svo var eitthvað tóan, gaggar og einmikið Siggi hann þorir ekki heim. Og ég hafði svo mikið ágjörð þessum Sigga og ég vorkenndi honum Sigga svo mikið að því ég einhvern veginn sko minn hugsun á þetta komst ekkert mikið út úr sveitinni og ég hélt alltaf að þetta væri að Siggi Eiðsandi. Það er mig hérna, það er erfitt með að svona tala hátt eða svona, ef maður að vera smala þá gæti hann rekja upp helviti strókur en til dæmis, ef maður gerði eitthvað af sér sem kom vel aldrei fyrir og hann hérna, þá gæti hann alls ekki sagt sko sem ég sagði við mínu stráka, hvað varst að gera þetta ykkur? Það hefði alveg einhvern veginn svona, hvað? Hvað varst að gera þetta? Svona gæti þetta gengið. Og þegar gamlega var búinn að ná sér og búinn að ná andanum ný,
Þá var maður komið fyrir næsta húshotn og var eiginlega ekkert skammaður. Einu sinni var ég svolítið hræddur við hann. Þá vorum við saman Guðmundur Ólafsson og Guðmundur í sveitinni. Og við fórum að æfa okkur að kasta hnífum. Það var svo helviti ekki að vant að hnífana tolla og svo sáum við einhvern poka í bragganum, fullur af höfrum sem var það að fara að sá. Svo við skuttluðum alltaf hnífunum í pokan. Síðan alltaf smugli gegn það lífvíti kameran restum. Við vorum hann lengi eftir og sáum allt hérna, hann var að leka niður. Og það var bara komið hellingur á gólfi og við drullur heldur og höfum að snúa pokunum þegar við buðsum við þetta, var 100 kg sekkur þetta. Svo alltaf gamlega fara að keyra ábyrgðina eða bera að hafa að ná og þá séð hann þetta. Og ég alveg króaður af og ég var hérna, það var tekið með vopnin en Guðmundur slapp. Það var ekki bara málið, sko, ég tala þetta Guðmundur veitir. En svo, hérna, já þetta segja margar sögur pappa maður, það alveg ótrúlega. Og hann var líka mikill hestamaður, átti mikið af fallegum hestum og fór oft í útrættur eins og Árni sagði, bæði austur og vestur. Og þegar pabbi var kominn í ljósbláu gráu reiðbuxurnar og reiðstífilinn og græna rokjakkan með viskifleiði í vasanum og nýju húuna og sestur á Litlamós. Það var svaka gæðingur. Þá hefur það verið allt í lagi að segja þetta. Ég get ekki farið hér niður nema að minnast á Gissur bróðir aðeins. Við Gissur vorum miklu félagar, unnum mikið saman, hjálpum okkur öðrum mikið og hjarta mitt hlýnaði mikið alltaf þegar ég var búinn að gefa morgungjöfina og mjólka og komið heim til Ingu minna sem var búinn að hella upp á könnuna og setja bakkars á borð.
Þá sá maður á þriðjudögum og fimmtudögum þegar ekki á póstur rauðan patrónbíl keyra niður Votmannabrekkuna klukkan 9:40. Og staðan var tekin á deginum, hvað ætti að gera í dag? Ef maður var að breyta ykkur og laga eitthvað, þá var engin betur en Gissur í það. Því þegar Gissur voru ekki til vandamál, það voru bara lausnir. Amen. Takk fyrir mig. En nú held ég að lögbundin pása FIH tónlistamanna sé búin í bili, þannig að ég ætla að bjóða hljómsveitin aftur velkomin á sviðið. Það er massa minnast úr ævistarfi þeirra Byggðarráðs eins og þið heyrið. Og það er ekki annað hægt að segja en þeim hafi búnast vel, enda samhent hjón og farsæl í umgengni við samferðafólk sitt, bæði háa sem lága. Árið 1951 fæddist svo yngsta barn þeirra hjóna. Þetta var árið eftir að amma lærði orgelið. Þá var hún Brynhildur litla, eða Hildur eins og hún var alltaf kölluð. Og hún var einstaklega ljúft og fallegt barn og lék sér við dúkkulísur dagana langa, svona lýsa systkinennar. Hún söng og talaði hástöfum fyrir þær allar og það var ekki annað að heyra en þarna var í leikkonu efni fjölskyldunar komið. En tónlistaráhugi stúlkunnar var ekki skammt undan og á unglingsárum sínum var hún beðin að syngja með hljómsveit. Þá við litla hrifningu foreldra sinna sem nú hefðu fengið sig fullsödd að hljómsveitarbrölti barnanna. Og áhugi Hildar beindist fljótlega í aðrar átt, hún fór suður yfir heiðar í nám og ekki sneri Hildur þó baki við tónlistinni. Eins og allir vita hér á Suðurlandi hefur hún átt sér langa sögu í kóralífi við Selfoss ásamt bræðrum sínum og í seinni tíð núna með systrum sínum við sérstök tækifæri. Bjóðum á sviðið Hildi og hún ætlar aðeins að gefa okkur innsýn í sín litlu systur. Komið sæl. Ég hef ekki búin að vöna að vera svona að tala í svona en maður reynir. Heyrðu, já, ég er sem sagt fædd á seinni hluta síðustu aldar. Og er því töluvert yngri en hin systkinin. Það eru 12 ár á milli mín og Gissurar og 6 ár á milli mín og Gísla sem er búin að vera yngstur í öll þessi ár, lítill og dullulegur. Og reyndar stóð aldrei til að ég yrði til, en það er allt önnur saga, staðreyndir blasir við. Ég kynntist Gissuri bróður mjög lítið þegar ég var að alast upp. Hann var hljómsveitargæi og var lítið heima á þessum árum. Það var því ekki fyrir ég var orðin uppkomin og við fórum að kynnast almennilega. Ég fekk oft að vera hjá Gissur og Addi þegar þau byggu í gamla bankanum þegar ég var strandaglópur á Selfossi og þurfti að fá að gista. Seinna urðum við Gissur svo vinnufélagar á pósthúsinu. Hann sem póstbílstjóri í Tungurnar en ég við hinn ýmsu störf. Ég sá það þegar ég fekk meira vit í hausinn hvers konar mannkostar maður hann bróður minn var. Hann hafði einhvern veginn yfirsýn yfir allt og var alltaf tilbúinn að rétta hjálparhönd. Hann var snillingur á nikkuna og var óþreytandi að koma með hana við hinn ýmsu tækifæri. Þá kemur næsta systkini. Úlla systir, hún er 9 árum eldri en ég. Ég man eiginlega ekkert eftir henni öðruvísi en Úllu og Silla. Ég man eftir mér standandi fyrir framan þau og segjandi með hálfgerðu þjósti. Þykist til hún vera trúlofuð. Og það voru þau svo sannarlega. Ég hafði hins vegar frekar lítið á því hvað var að verða trúlofaður. En það voru þau svo sannarlega. Og fljótlega byrjuðu þau að búa á Brúarhóli og ekki leið á löngu áður en Halli kom í heiminn. Það voru mínar skemmtilegustu stundir því ég fekk að vera hjá þeim á Brúarhóli. Ég held ég hafi aldrei farið í heimsókn öðruvísi en að suða stanslaust í mömmu og til að fá að verða eftir og hún lét eiginlega alltaf undan af því ég var að sjálfsögðu dekubarn að sögn systkina minna. Dísa, hún er 7 árum eldri en ég og var algjör skvísa. Alveg frá því ég man hana fyrst. Hún var ekki alveg farin að heiman, svo ég man eftir henni syngjandi á böllum og mér reynandi að líka stóru systur í einu og öllu. Ég man líka alveg þegar hún var svo komin með kærasta, hann Tóta minn upp á. Nú vissi ég betur hvað það var að vera svona trúlofaður.
Bíddu við. Já, ég var ekki búin að þessu blaði. Gísli bróðir, hann var þarna sem að, eins og ég segi, hann var næstum mér í aldri og var lengst heima. Hann var ósku góður mig og leigði mig stundum að vera með sér. En auðvitað munaði mikið 6 ára á þessum aldri og það kom að því að hann fór að vinna í burtu og elta stelpur. Ég var svolítið einmana þegar Gísli var líka farin að heiman. Ég var því fljót að grípa tækifæri þegar það kom í ljós að Dísu og Tóta vantaði barnapíu. Ég suðaði í mömmu og mamma var skilningsgóð að venju. Dísa var söngkona á Hótel Loftleiðum og Tóti vann hjá fyrirtæki sem hann varð að vera í marga daga út á landi. Ég flutti til þeirra í Hlégerði í Kópavoginum og fór í Lindargötuskólann í Reykjavík í 2 ár og útskrifaðist þaðan sem gagnfræðingur. Dísa söng á Hótel Loftleiðum mörgkvöld í viku og ég passaði Þórdísi Lóu sem ég kynnir hérna í kvöldsins og söng fyrir hana saðinni sögur, meðal annars molalitla flugustrák og alltaf var hún jafn hrædd við Könguló. Lóa mín, þetta var bara platt. Ég get alveg sagt þetta núna, sko. En þetta virkaði mjög vel, hún fór strax á svo var alveg lafhrædd. Það var einmitt á þessum árum ég fór eitt sinn sem oftar í heimsókn á Brúarhól og fór á ball í Hlégarði og þar með voru örlið mér ráðin. Því á ballinu hitti ég ungan svein í klæðskerasaumuðum jakkafötum með spæl og öllu. Ég fjall alveg kyllið fljótferðarsöng gæja. Svona var lýsingin hjá mér þegar Ulla systir yfirheyrði mig eftir ballið. Já, sagði hann, þetta er hann Stjáni, strákurinn hans Einars í Dal. Þessi strákur fór svo fljótlega að venja komu sinna í Hlégerðið og hjálpa mig við barnapössunina. En hann passaði sig að vera farin heim áður en kerlingin og svo við tala ekki karlinn þegar hann var heima komið heim. En karlinn og kerlingin voru rétt rúmlega 20 og hann var 18 ára. Svona eru mínar fyrstu minningar af þessum systkinum mínum svona í stórum dráttum. Það eru liðið mörg ár síðan og það er alveg ótrúlegt hvað aldursmun hefur minnkað. En núna skulum við syngja eitt lag saman. Heima var oft, eins og mjög oft hefur komið fram, mikið sungið og þar var eitt uppáhaldslag sem að mamma hélt mikið upp á og það var lagið Ljósbrá. Þetta er Eirík Bjarnason og Gissur hann spilaði þetta náttúrulega nikkuna alveg undurfallega. Nú ætlar hann Grétar að spila nikkuna og náttúrulega hinir strákarnir. Ljósbrá,
Já, góðu gestir, rétt áður en við endum okkur í lokahnykkin ætlum við að taka 10 mínútna pásu svo þið komist aðeins á klóstið og fáist pásúrefni. Sjáumst eftir 10 mínútur. En á meðan ætlum við að sýna ykkur hérna myndir og við ætlum mögulega að spila viðtal sem er við Gissur Geirsson, þannig að þið getið fylgst með því líka. En smá súrefnispása. Og þá, góðu gestir, ætlum við að halda dagskránni áfram. Allir aðeins búin að standa upp og taka djúpan andan og teygja aðeins úr sér. Og við ætlum að byrja á fjöldasöng. Þannig að nú ætla ég að biðja ykkur að fara á forsíðuna og við ætlum að taka Viltu með mér vaka í nótt. Lára í bátana, er það ekki? Viltu með mér vaka í nótt og allir með vaka meðan húfið rótt. Leggst við lönd og sæ, lifnar fjör í bæ. Viltu með mér vaka í nótt. Sjáu hvað þið erum snögg að hlaupa upp á sviðið. Við æfðum háar hnéliftur hér í dag og hraða upp á svið. En höldum áfram. Í Sandvíkum hreppi hinum forna tíðkaðist það árabil að bændur af báðum kynjum héldu upp á 50 ára afmæli sín. Og þá var öllum í sveitinni boðið og mikið dýrðir vanalega. Og auðvitað kom rútan úr Reykjavík með ættingjana þegar byggðarhóttshjónin héldu sína veislur. Það þótti við hæfi að halda ræður og enginn þótti maður með mönnum nema hann hefði haldið ræðu í 50 ára afmæli. En gefum nú Ólafi Kristjánsinni bónda í Geirakoti orðið. Velkomin, Óli. Heyrið í mig núna? Bara svona.
Jæja, góður gestir, hér kemur maður sem ekki sviðsvanur, eins og þið sjá. En þið verðum nú að taka viljan fyrir verkið og ég hef dundað við það núna síðasta hálfa mánuðin að skrifa sögulegt yfirlit í 3 hlutum. Og hér kemur afraksturinn. Gleðilega hátíð öll sömul, nágrannar að fornu og nýju og allur ættbálkurinn frá Byggðaránni og aðrir áheyrendur. Og takk fyrir skemmtunina sem komið Stundum vitnað ykkar sem elstu menn telja sig muna. Þannig var það að þegar þau Byggðaránssystkin voru fengin til þess af menningarstjórn Árborgar að rifja upp gamla daga, þá datt þeim í hug, eins og fram hefur komið, að draga fram elsta bóndan í Sandvíkurhreppi, en það víst sá sem hér stendur. Ekki viljum þó að fólk treysti fullkomlega á þetta ágrip sem hér verður flutt, að það sé pottþétt sagnfræði, því minnið stopult og vill oft stílfæra og ýkja og mistúlka það sem aðrir hafa sagt frá. Ég vil þó byrja á því að telja það til sem skrásett í bækur og haft fyrir satt, þó margt hafi hér verið minnst á í ágætum frásögum afkomendana hér á undan. Sem sagt, til að byrja með, í Sunnlensku byggðum bindi 2 útgefið 1981 stendur meðal annars. Byggðarán að fornu mati tæplega 1800 jörð og ein stærsta jörðin í Sandvíkurhreppi 400 hektarar. Jörðin öll láglend og mýrlend neðra nema á bæjarstæðinum og á Vöðluhól sem í landi Byggðaráns í Breiðumýri og 17 metra yfir sjávarmáli. Síðan taldar upp ýmsar hagtölur bústofn og byggingar og þar svarthvítar myndir af ábúendum. Þau Geir og Lóa enn á góðum aldri horfa settleg inn í myndavélina og einnig blaðsíðu aftar ungu hjónin Gísli og Ingibjörg skæl brosandi upp á búin að hætti bílatímans og sennilega á leið í mannfagnar. Þar stendur að Gísli hafi tekið upp sameignar-búskap með föður sínum 1969. Hann hafi fyrst reist íbúðarhús heima á Bæjarhlaðinu en hafi nú reist nýtt íbúðarhús nær Vopnavegi. Á sömu blaðsíðu síðan mynd af nýja húsinu sem rís blunkunýtt að grunni og bíll fyrir utan sem mér sýnist vera Mazda fólksbíll. Geir og Lóa sem reyndar hét fullu nafni Jónína og var Sigurjónsdóttir frá Kringlu í Grímsnesi sögð hafa tekið við búskap 1936. Svo vill til að ævisaga Sigurjóns föður Lóu sem bókin heitir Í faðmi sveitanna til og hefur að geyma ótrúlegar frásagnir af þrengingum og basli sem var svo til daglegt brauð alþýðuna fyrir rétt 100 árum síðan. Þar segir Sigurjón til dæmis frá því þegar jarðskjálftinn 1896 rýður yfir Kringlubæina og fólki nær að forða sér út áður en bæjardyrnar hrynja. Þar segir orðrétt: Vöknuðum við hjónin við ógurlegt brak. Var því líkast sem baðstofan væri öll komin á hreyfingu og við værum á ferð út í rúmsjá. Sperrukjálkinn sem var yfir rúminu okkar klofnaði í tvennt og datt okkur ekki í hug annað en að baðstofan legði saman og liðaði sundur þá og þegar. Við klæddum okkur og börnin í skynd og höfðum okkur út úr bænum. Þá skall hurð nærri hælum. Munaði litlu að við létum þarna lífið. Þegar við vorum að stíga á bæjarhelluna fundu bæjardyrnar að baki okkar, blágrýtishellur voru í loftinu í bæjardyrunum og hefðu þar áreiðanlega rotað okkur á síðstundu. Síðan segir: Ég var svo lánsamur að eiga nokkrar járnplötur, ég gerði skýli úr þeim á túninu og þar skriðum við inn með börn og gamalmenni. Auðvitað blés talsvert inn ef stormur var, en til allrar hamingju var tíðin ákaflega mild, þurrt var daglega og lengi vel ekkert frost á nóttu. Við sem upplifðum jarðskjálftana 2008 getum
borið okkur saman með þetta fólk og haft í huga þegar sveitarfélagið gaf okkur vatn í plastflöskum af því að drykkjarvatnið stóðst ekki grugguna staðar í 3 daga og menn frá viðlagatryggingu fóru milli húsa og greiddu bætur fyrir fótbrotna postulínshunda. Svo skemmtilega vill til að í ævisögu Sigurjóns á Kringlum frásögn af Sigurði bónda í Langholti í Hraungerðishreppi en hann var faðir Ingibjargar mömmu Geirs í Byggðarhólmi. Sigurður þessi var eins og það heitir í frásögninni vinnuvíkingur og féll aldrei verk úr hendi og þótti vinnu harður bæði við sjálfan sig og aðra, svo segir í bókinni. Sannleikurinn var sá að Sigurður var besti karl, en hann fyrirleit allt vol og víl og bar ekki tilfinningarnar utan á sér. Hjá Sigurði voru 2 kerlingar sem lagstar voru í kör. Einhverju sinni gengur Sigurður baðstofu og liggja kerlingarnar að vanda hvor í sínu rúmi. Leið og Sigurður gengur fram hjá rúmum þeirra ávarpar hann þær með þessum orðum. Jæja, hvernig líður ykkur? Það umlar eitthvað í annarri kerlingunni og reynir hún að hreyfa sig. Sigurður horfir á hann og segir svo: Ég sé að þú vilt hreyfa þig, en hitt helvíti hreyfi sig. Var nú farið að gæta að hvernig henni liði. Kom þá í ljós að hún var skilin við. Nú vill svo til að Sigurður þessi langafi Maríu konu minnar þannig að yngstu geirkotungarnir og byggðarhúsfólkið á sameiginlegan forföður. Þegar Geir að byrja búskap eru systkini hans 15 að tölu farin að heiman til að hasla sér völl annars staðar. Lóa hafði komið að byggðarhúsinu sem kaupakona, eins og við höfum heyrt áður. Hún nokkuð eldri en Geir og gullfalleg. Ég hef séð mynd af henni frá þessum tíma, þar sem hún situr fyrir með alpahúfu á höfði og gefur Grétu Garbo og öðrum frægum fyrirspörnum þess tíma ekkert eftir. Í Geirakoti verður fólk vitni af því að Geir býður ungu kaupakonunni með sér upp á Selfoss. Þau fara á gömlu reiðhjóli sem hinn ungi Geir stýrir en Lóa situr á bögglaberanum. Móts við Geirakotsbæinn liðast hjólið í sundur og unga parið fellur til jarðar. Þau láta þetta ekki á sig fá því samkvæmt sunnlenskum dyggðum byggja þau sér íbúðarhús 1939. Steini bróðir segist hafa starfað að þeirri byggingu þegar hann 8 ára gamall var lánaður með hest með sér til að snúa steyputunnunni sem færði steypuna í kjallarann á nýja húsinu. Þá var engin nothæfur vegur síðasta spölinn heima Byggðarhorni en moði kastaði í forina til að auðvelda umferð. Svona var Ísland þess tíma, tæknilega ónumið og óbyggt, vanþróað, eins og hinn svartasta Afríka eða Afganistan nútímans, en ævintýrin biðu við sjóndeildarhring sérstaklega fyrir það unga fólk sem var að koma í heiminn á þessum tíma. Og krökkunum fjölgaði ört í Byggðarhorni, þótt ekki næðu þau þeim ofurfjölda sem algengur var hjá fyrri kynslóðum. Ný úrræði voru komin til sögunnar. Þegar ég hugsað til þess tíma, þegar ég var krakki, þá dáist ég mest að því hvernig þetta litla sveitasamfélag virkaði. Það var samvinna og samstaða sem gilti og lítil efni voru bætt upp með því að nýta það sem til féll. Menn hjálpuðust að og flestir hafði eitthvað sérstakt fram að færa. Fúsi á Lækjamóti var tæknimaður sem lagði miðstöðvarlampir í hús og setti upp vindmyllur sem voru undanfari rafmagnsveitunar. Geir í Byggðarhorni var
oft kallaður til þegar að slátra var belju heim á hlaði. Hann átti líka handknúnar hárklippur og klippti kallana. Mig ráma líka í merkilegt fyrirbrigði sem var spunavél svokölluð sem gekk milli bæja og með henni var unnið ullarband úr lopa sem undið var upp á ótal spólur. Þessu var handsnúið með stóru hjóli og þurfti víst talsverða leikni til að þetta virkaði. Ullarbandi var svo notað í prjónavélar og prjónuð ullarnærföt og allskyns fíniði. Sumar konur voru öðrum flinkari að sauma og gömlum flíkum var ekki hent, heldur saumað eitthvað nýtt upp úr gömlum kápum, við heyrum það áðan, og þess áttar. Krakkar voru lánaðir í verk milli bæja og öll spjót voru úti til að gera heimilin sjálfbjarga með sem flest. Hænur voru á hverjum bæ, kartöflur voru ræktaðar og seldar í einhverju mæli suður í grænmetis einkasölu ríkisins. Slóferðir voru farnar niður á Stokkseyri á vertíðinni og hengdir upp þorskausar og harðfiskur. Grásleppa var keypt í tunnum á vorin og étin út í eitt og allt sumarið var harðfiskur í annað hvert mál. Aðal tekjulindin voru svo kýrnar og rollunar, víðast voru komnar frumstæðar mjaltavélar sem nú til dags væru kallaðar fyrsta kynslóð mjaltavéla og dugðu ekki betur en það að meira eða minna þurfti að handmjólka kýrnar sem einnig voru frumstæðar og jafnvel erfiðari og dyntóttari enn í dag. Ég minnist þess hvað húsþreifin var tíðrætt gigt, sýnaskeiðabólg og æðahnúta en konur og börn sáu mest mjaltir því bændunum leiddust fjósverk og þótti niðurlægingar bóður undir kú. Mjólkurbíllinn var tenging heimilisins við umheiminn. Hann kom daglega með póstinn sem var dagblaðið Tíminn sem allir lásu og svo Samvinnan sem var tímarit sem síska út og Heimaður best sem mér til mikillar furðu lifir enn góðu lífi. Með mjólkurbílnum komu líka nýlenduvörur sem hægt var að panta símleiðis í pöntunadeild K.A. og komu í pappakassa með krossbundnu snæri og einhvers konar frímerki sem ástóð 85 aurar. Tómum kössum var safnað saman í búnt og lagðir inn aftur í pöntunadeildina. Mjólkurbíllinn kom líka með kol í strigapókum og fóðurbætin sem var auðvitað rándýr og skorið með nögl. Ungkálfar sem ekki voru étnir heima voru skornir á háls og sendir með mjólkurbílnum í kaupfélagi þar sem gert var að þeim og þeir nýttir í kjötneyslu K.A. Mjólkurbílarnir voru með stóru farþegarými sem kom sér vel að því flestir eldri bændur áttu ekki bíla og höfðu ekki bílpróf þannig að margir tóku sér far með þeim í kaupstaðinn. Á öllum bæjum voru rollur og þótt allt fé hafi verið skorið niður vegna mæðiveikinnar á sínum tíma var nýr fjárstofn sóttur norður í Þingeyjarsýslur og byrjað aftur. Ég man að kallarnir töluðu með söknuði gamla fjárstofnin sem var víst langt nægjusamari og harðgerðari heldur sá þingeyski sem var lágfættur og drafst iðulega úr afveltu milli þúfna útbeldur af ofátti. Reynt var að spara hey í rollur og hluti af þeirri pólitík hefur sjálfsagt verið að fjárhúsin frá Votmúla, Jórvík og Byggðarhorni voru talsverðan spotta niður í mýrinni þar sem fénu var haldið til beitar á þýfðum rímum í góðri tíð á veturnar. Vinnulega séð var þetta frekar einkennilegt þar sem mikill tími fór í að ganga langa leiðir til gegninga en á móti kom að þetta eyddi tómstundum og iðjuleysi og hans var álitið böl og andstætt blessun vinnunnar. Sauðfjárrækt náði aldrei neinum hæðum í Sandvíkurhreppi. Lömbin voru rýr og oft hálfgerðir kettlingar eins og sagt var að því að gróður mýranna sölnaði upp úr miðju sumri og misti fóðurgildið. Seinna voru
voru þessi mýrar beitarhús aflögð, varði í Vopnmóla flutti með leifar fjárstóm síns inn í bílskúrin sinn á Selfossi. Geir byggði vanda fjárhús við hlöðuna heima á Hlaði, en nú til dags halda menn sauðfé ef eitthvað helst til heimabrúks. Það var alltaf mikill samgangur milli bæjanna og sérstaklega á sumrin var mikið af snúningakrökkum svokölluðum á hverjum bæ. Auðvitað hélt þessi ungdómur saman og ég minnist þess að fyrstu heimsóknir mínar í Byggðarhöfn voru þær að barnfóstrur mínar drösluðu mér með sér til að heimsækja Byggðarhúskrakkana. Við Gísli vorum perluvinir allt frá því að Gísli æfði mig í því að standa á löppunum þegar ég var það bil 1 árs gamall. Þessar æfingar kallaði Gísli að labba hann Óla og þótti mikið skólk. Seinna komst ég svo hjálparlaust út af Byggðarhorni en alltaf bað maður leyfi til fararinnar af því að þetta þótti nokkuð langt og blessun vinnunnar hafði forgang ef fullorðna fólkinu sýndist svo. Í Byggðarhorni var alltaf mikið umleikis, bæði hjá ungum og öldnum. Geir og Lóa voru í blóma lífsins og ráku myndarbú og allir hafði nóg að bíta og brenna. Einhvern tíma sagði Gísli mér að föðurbróðir hans einn hefði komið í heimsókn á æskustöðvarnar og fannst mikið til hvað allt væri í góðum gír og hafði á orði að bestu merki þess að sveitabú stæði með blóma, það eins og nú eru kallaðar kennitölur í ársreikningi fyrirtækja, væri það að hundarnir væru feitir og krakkarnir skítu í. Þetta nokkuð góð skilgreining, því feitir hundar benda til þess að heimilisfólk stundar ekki tepruskap í mataræði og krakkar fá frjálsræði og frið til þess að sinna allskyns uppátækjum sem kannski ekki það hreinlegasta. Og ekki vantaði uppátækin í Byggðarhúskrökkunum, allskyns leikir sem farið var í af mikilli innleimun eins og fallin spýtan og einhverjar útgáfur af feluleikjum. Á veturna voru þau búin að setja upp leikþætti. Einu sinni var búið að útbúa mikið furðuverk sem var spilverk úr sultukrukkum og flöskum sem með mismunandi fyllingu af vatni skiluðu ákveðnum tón ef slegið var á með matskeið. Þannig spiluðu þau Gamla Nóa og fleiri lög. Þetta var sér gáfa Byggðarhúsfólksins, tónlistin. Lóa átti sér harmónikku sem hún spilaði á og krakkarnir hafa sjálfsagt aðlist upp við söng og spil. Ég veit ekki til þess að þau hafi fengið einhverja tónlistarkennslu á Selfossi eins og nú þykir sjálfsagt fyrir alla þótt viðkomandi sé vita laglaus og eins og segir í ljóðinu vita ekki mun á hávaða og hljóði. Samt má vel vera að Gissur og jafnvel fleiri af krökkum hafi lært á orgel hjá Aldísi Litlusandi. Allavega með ólíkindum að Gissur hafi á skömmum tíma orðið einn af vinsælustu hljómsveitarmönnum landsins algjörlega sjálfmenntaður. Ég var ekki á réttum aldri til að fylgjast með fyrstu skrefum þeirra systkina í hljómsveitarbransanum þar sem eldri systurnar og Gissur voru komin á fullt í að spila og syngja á böllum meðan ég var ennþá innan fermingar. En mikið var gaman að koma að Byggðarhorn og hitta á þetta frægðar fólk í eldhúsinu. Lóa stóð við kaffisuna og reiddi fram kaffi og krúðir í og auðvitað var rjómi á allt. Lóa var mikil myndar húsmóðir og stóð vaktina klædd eftir því sem mig minnir í hagkaupsslopp sem var aðalsmerki húsmæðra í þá daga. Eldri dæturnar voru ákaflega háværar, allavega eftir því sem ég átti að venjast á öðrum bæjum og samræður voru yfirleitt á léttum nótum og fylgdu þeim miklu hlátra. Geir hafði mjög sérkennilegan hlátur sem byrjaði með eins konar hneggi sem kraumaði síðan niður í honum. Útgáfa af hlátri þessum
má stundum heyra hjá Gissuri, systursyni hans, í morgunútvarpi Bylgjunni. Eins og fyrr segir var ég snöggtum yngri en systurnar háværu, en hafði þó vit á að dásta því hve föngulegar þær voru, enda voru þær ekki lengi á lausu og voru ekki á boðstólum í Sandvíkarhreppti eftir að þær sýndu sig utan sveitar og hafa æ síðan lifað í farsælum og söngelskum hjónaböndum. Hildur litla höfðaði meira til mín vegna aldurs og stillingar, en einhvern veginn lágu leiðir okkar ekki saman á því skeiði þegar hlutirnir gerast og hún fór suður. Áður en við var lítið fór hún svo að birtast með stórum slána sem var svartharður og úfinn eins og arabísku skærunni. Þetta var Stjáni sem nú minn næsti nágranni og býr með Hildi sinni á eignarlóðinni Hraunprýði sem þau keyptu úr landi Geirakots. Af systkinahópnum, börnum Geirs og Lóu kominn mikill hópur og myndarlegur. Fólk þetta frítt sínum og öflugt með gott jarðsamband og létta lund og spaugsamt, oft lífsnautna fólk. Myndarskapur og örlæti því í blóð borið og guðspjöfin tónlistin býr í þeim flestum. En þau búa líka að góðu veganesti frá gamla byggðarhrauni. Einu sinni kom Alexander, sonur Báru og Olgeirs, heim í Geirakot að heimsækja Björgun Óla. Hann var þá bara stubbur og ég spurði fastur í gömlum siðum: Alexander, veit mamma þín að þú ert hérna? Já, sagði Peginn, ég mátti fara ef ég væri ekki með fíflalæti. Svona bergmálar jafnvel orðanotkun í gegnum kynslóðina. Ég vil svo að lokum óska byggðarlagsfólkinu alls velfarnaðar, þolgæði og vinnusemi sem arfur forfeðranna, býr vissulega í genunum og kemur að góðum notum, því þó tímarnir virðast breyttir, fæst fátt með hangandi hendi nú til dags frekar en fyrir rúmum 100 árum. Þúsund takkir. En þá fær nú að síga á seinni hend. Já, ekki allir með leyfi þetta fram með miðnætti, eða ekki? Þið lofuðu að vera hlýðin og góð, ég veit það. En við erum komin á lokametrana. En Sandvíkurhreppur, eins og þið hafi heyrt í kvöld, engin venjulegur hreppur. Og hann var stútfullur af félagsmála tröllum og hæfileika fólki. Flóafólk kann svo sannarlega að bjarga sér. Og í stóru Sandvík voru baðstofuloftin notin fyrir messur og samkomur, en líka fyrir hinn fornfrægu Sandvíkurböll. Sandvíkurböllin voru haldin á 13. og fáið nú aðeins að heyra hvernig þau hljómuðu. Og aftur eru komin upp á svið, systkinin og byggðarhorni. Gjörðu þið svo vel. Já, nú get ég sagt, komið blessu og sæl, elskulegu gestir og mikið gasalega erbunda. Búið að vera skemmtilegt og gaman. Þetta er bara næstu því eins og Sandvíkurball. Það er ekkert annað. En eins og Lóa segir að þá var þetta skemmtileg fylling í félagslífinu í Sandvíkurhreppnum. Og það var náttúrulega vegna þess að það var svo stórt og gott hús í stóru Sandvík með góðu lofti, svona baðstofulofti sem var hægt að nota til samkomuhalds.
og Sveinn Kristjánsson frá Gerifóti, hann kom fullur af ungmennafélagsandanum úr Reykjavík og nýútskrifaður kennari og Ingibjartur Bjarnason var þá líka komin í Jórvík og með ungmennafélagsandan algjörlega innblásinn úr Borgarfirðinum og þegar þeir tveir mættust saman í Sandvíkurhreppi þá var ekki sögum að spyrja hvað var það að gera eitthvað og það var það búið til skemmtun og það var gert þarna á Sandvíkurloftinu, baðstofuloftinu gamla góða og þetta var svona kringu 1950 og þeir hófuðu saman unga fólkinu í sveitinni sem var náttúrulega bræðurnir í Gerifóti og systurnar og frá Stóru Sandvík og Litlu Sandvík, Sigga og Páll og það er svo marg nefn sem það var að nefna, ég ætla ekki að fara alveg út í það og svo kóraði þetta, mamma var hann að fara að læra orgelið hjá Aldísi og allt fá þetta eitt hræri graut og það átti nú að stofna sko ungmennafélag en það var ekki hægt því það var að heita skógræktarfélag og Steini var formaður skemmtinefndar skógræktarfélags hérna Sandvíkurhrepps ég mér skilst á Bubbi í Sandvík yfir 20 ár og hana nú og það mjög vel úr verki staðið en við okkur sískjónum var tróðið þarna á svið og Sandvíkurböllin voru þannig að það var komið sveitungarnir mættu þarna klukkan 8 eftir mjaltirnar með alla bæði börn og gamalmenni Hildi, ungabarnið og Hvítvóngin og allt saman og Óla í Gerifóti sem ég man alltaf mjög vel eftir og við Gísli hlupum upp á niður stigana og dökkum appelsína á öllum hæðum og borðum appelsínur og epli sem þá voru náttúrulega til líka og það var spiluð félagsvist allir voru ekki settir í það og þannig lærði maður það spilaði félagsvist og svo var hlaðborð af kökum og veisluföngum húsmæðra í Sandvíkurhreppi sem var svo snætt á eftir og við vorum látið syngja og leika alls konar fígur yfir hæðir og frostkaldan mel og við veit hvað og við gerðum þetta allt stelpurnar eins og Bubba let okkur gera og alveg hlýttum öllu og svo sungum við náttúrulega Que sera, sera það var náttúrulega sungið og með hástöfum og takið nú vel undir og spurði ég mömmu ung ég var sér enginn fyrir hvað það kann þetta spurði aðeins og syngja með Glæsilegt og eitt í viðbót sem var líka sungið á Sandvíkurböllunum og það var náttúrulega dægurlag þeirra tíma líka. Það var Snow Ann eða 7 Lonely Days sem að, við veit að hver söng, einhver ægilega flott söngkona og leikkona og okkur Úllu var náttúrulega bara skipað að syngja þetta alveg eins og þau gerðu á plötunni og við gerðum það sjálfsögðu. Og nú ætlum við systkininn að syngja Snóðgeitinni Ann, bara fylgja með. Rauðlagið lítil
En góðir gestir, að lokum er komið að yngri kynslóðinni. Barnabörn Lóu og Geiss eru 18 og barnabörnin eru 39 og afkvæmundahópurinn að meðtöldum mökum er 60 manns. Þannig að þetta er ansi stór hópur og mér langar að segja ykkur það að þegar við vorum að undirbúa þetta þá ákveðum við að gera þetta sem ég gera í þinginu. Við settum bara allt í nefndir. Það var sko undirbúningsnefnd og það var skemmtinefnd og það var búninganefnd og það var skreytinganefnd utanhús og skreytinganefnd innanhús. Já, þið sjáum að við höfum svo mikið fólk en það gekk þetta eins og í sögu og allir fengu sitt hlutverk. En nú ætlum við að loka þessu í kvöld með frænkubandinu. Ég ætla að biðja þetta landsfræga sunnlenska band að ganga hérna og taka lagið að lokum. Bimbo,
syngjum lokalagið langar mig bara að segja frá því að við ætlum að sjálfsögðu að halda áfram að spila og syngja svolítið á eftir hljómsveitin. Við ætlum að halda smá ball, höfum smá örlitla pásu og svo ryðjum við salinn og dönsum á eftir. En nú það lokalagið. Gjörðu svo vel. Frelsi! Ég finn. Ágæta samkoma, það mjög sönn ánægja að vera hér í kvöld fyrir hönd Sveitarfélagsins Árborgar. Hér ætti þetta að standa Kjartan Björnsson, formaður menningarnefndar, en eins og þið hafið heyrt að þá hann staddur í London. Ég búin að fá cirka 4 SMS í kvöld þar sem að hefur verið að tjekka á stöðunni, hvernig gengur, hvort að stemmingin sé góð og svo framvegis. Og það auðvitað ekki hægt að segja annað en að þetta kvöld hefur verið algjörlega stórkostlegt. Sjá allan á fjölda hérna í salnum, þetta bara algjört æði og þessi hópur sem komið hefur ég fram í kvöld, hann er meiri háttar og við erum rík af því að eiga þennan hóp. Mér langar fyrir hönd Sveitarfélagsins og menningarnefndar að þakka sérstaklega henni Lóu, Þórdísi Lóu Þórhallsdóttur fyrir hennar þátt í þessari skipulagningu. Og mér langar til að biðja hana að veita viðtöku þessum blómvindi og þakka ykkur öllum fyrir komuna og þessu frábæra fólki fyrir þeirra framlag. Gefið þeim gott klapp. En við hættum ekki nema fyrirtækið þátt með okkur, við ætlum að hætta með stælóni, góði gestir. Eins og við sögðum að þá ætlum við að halda hérna smá dansleik og Hvíta húsið vill gjarnan segja ykkur það að hér verður Björgi Halldórs 10. nóvember, þannig að þið komið bara aftur eftir hálfan mánuð, 3 vikur. En stöndum nú upp og syngjum Hvað er svo glatt. Kæru gestir, gerið það með okkur. Let's go.
Og við gefum alveg svona kortespásu áður við byrjum að dansa svolítið á eftir. Já. Sjálfsögðu, dansuðu, alveg bara úr okkur, dansa bara alveg. Já.